sem sagt Einar Guðmundsson. Ég stjarneðlisfræðingur og prófessor emeritus við Háskóla Íslands. Ég fæddist í Reykjavík 1947 og bjó þar til 30 ára aldurs. Þá flutti ég til Kópavogs með foreldrum mínum. Faðir minn hafði byggt þar hús sem við fluttum inn í og þarna dvaldi ég næstu áratugina. Ég fór ekki að heiman fyrr en ég var orðinn 21 og þá til útlanda í framhaldsnám. Foreldrar mínir voru báðir af Vesturlandi. Mamma Breiðfirðingur að ætt, en pabbi úr Dalasýslunni, eða var, hann nú látinn blessaður. Þeim auðnaðist að vera þessu úti nokkra menntun. Mamma lauk kennaraprófi og kenndi meiri segja í nokkur ár við Austurbæjarskólann. En eftir að hún gifti sig, þá var hún bara heima eins og það var kallað í þá daga, það að segja stundaði húsmóðurstörf. Pabbi, honum tókst að ljúka prófi frá héraðsskólanum á Laugavatni og fór síðan í Samvinnuskólann sem að þá í Reykjavík, og mig minnir hann hafi sagt mér að þá hafi Jónas frá Hriflu verið skólastjóri þar og einn aðalkennari. Ég sem sagt ólst upp í Kópavoginum. Ég elstur 5 systkina og ferill minn þarna í Kópavogi nú held ég dæmigerður. Kópavogur var þá tiltölulega lítill bær á þessum tíma. Það var svona samt eins konar úthverfi frá Reykjavík og við lékum okkur mikið krakkarnir þarna í byggingum sem voru í smíðum og annars staðar, og þetta var mjög frjálst líf. Ég hóf skólagöngu 6 ára í einhverjum forskóla og fór síðan í barnaskólann í Kópavogi, svokallaðan Kópavogsskóla. Ég man ósköp lítið eftir náminu þar. Ég reikna með að það hefði verið dæmigert. Ég var allæs, allskrifandi og allreiknandi þegar ég kom út úr skólanum. Og þegar ég lít svona tilbaka, þá nú kannski það sem að vekur helst athygli mína núna það að það virðist vera sem að það hafi verið lítil sem engin raungreinakennsla. Ég man ekki eftir því að við höfum lært nokkuð skapaðan hlut í efnafræði eða eðlisfræði. Það var einhver náttúrufræði kennd þarna. Ég man eftir bók með fuglamyndum og náttúrulega kennd landafræði, en það var ekki mikið meira sem okkur var boðið upp á. Það voru heldur ekki svo margir menn á landinu sem gátu kennt þessi fræði á þessum tíma. Námið gekk sem sagt ágætlega og ég fór síðan í unglingaskólann. Mig minnir hann að við heitið unglingaskólinn í Kópavogi. Og þar gekk námið ágætlega. Ég var þar í 2 ár. Hélt áfram að læra þessar klassísku greinar, lærði talsvert mikið í stærðfræði, kannski mest í landsprófinu sem hann tók við sem sagt eftir unglingaprófið. Þar var ágætur stærðfræðikennari, Guðmundur Hansen hét hann, en hann var ólærður í stærðfræði, þótt hann væri góður kennari. Ég held hann hafi verið með BA-próf frá Háskóla Íslands í sögu og dönsku. Ég man ekki betur. Enga efnafræði lærðum við. Eðlisfræðin var í skötulíki, þarna var kennd bók
sem að mér minnir að við heitið eðlisfræði og var eftir Jón Á. Bjarnason, verkfræðing. Hún var að mestu byggð á erlendum kennslubókum og þá dönskum fyrst og fremst. Var eitthvað verklegt í eðlisfræðinni? Nei, það var ekkert, já. Og við læriðum bara af bókinni. Það er að segja að það var engin verkleg kennsla og kennarinn sem að kenndi okkur, sem að ég ætla nú ekki að nefna, var hinn besti maður og okkur góðviljaður, en hann kunni ekkert í greininni. En það var hans sérgrein landafræði og danska. En það sem ég man úr þessu var það að við vorum látin læra utan að, það var nú sérstaklega fyrir landsprófið, læra allt gufuvélina og ritsíman og dyrabjölluna og annað slíkt og hugmyndin var svo að við gætum skrifað þetta upp sem sagt, á prófinu. Prófin á þessum tíma voru náttúrulega svolítið sérkennileg. Ég man eftir landafræðiprófinu sem við tókum í landsprófi. Þá var fyrsta spurningin svo að það átti að merkja inn á Íslandskort sem við fengum alla veðurathugunarstaði á landinu. Og þá sem sagt var nú greinilega verið að fiska eftir því hvort við hefðum hlustað á löngu veðurfréttirnar. Því að þetta var ekkert þetta kennt náttúrulega í skólanum. Og annað var eftir þessu, sem sagt, annað sem að mér minnistætt úr landafræði var til dæmis að telja upp fljótin sem runnu sko frá hægri í dón og þau sem runnu frá vinstri eða hvort það var suðri eða norðri eða hvernig það var nú allt saman. Nú en námið þarna tókst nú ágætlega hjá mér. Á þessu tímabili, þessu svona æsku tímabili, áður en ég fer í menntaskóla, þá byrjaði ég nú snemma svona að vinna ýmislegt smálegt. Ég bar út Morgunblaðið 12 ára í miklum snjóavetri. Ef maður rétt, maður var að kafa skaflana með blöðin þarna í Kópavoginum. Og síðar gerðist ég nú sendill í verslun hér í Reykjavík. Það var fyrst og fremst sumarvinna. Og þetta hefur nú náttúrulega átt sinn þátt í að móta mig á æskuárum. En ég man lítið eftir einhverju örvun, til dæmis í átt til vísinda, það kemur ekki fyrir seinna í menntaskóla. En það er þó einkum ein bók sem að heillaði mig mjög, og ég hef kannski verið svona 10-11 ára þegar ég fékk hann í hendur. Þetta var risastór bók sem að Hjörtur Halldórsson, síðar samkennari minn og reyndar kennari líka, hann kenndi mér söng í menntaskóla, en hann hafði þýtt þessa bók. Hjörtur var mikilvirkur þýðandi og áhugamaður raunvísindi, hann þýddi bók eftir Fred Hoyle sem að ég reyndar kynntist ekki fyrir löngu seinna. En þessi bók sem að ég að tala þessi stóra bók hét Heimurinn okkar, og var einhvers konar Time Life útgáfa frá Bandaríkjunum sem hafði verið þýdd. Hún var fallega myndskreytt, það voru stórar, vandaðar myndir í þessu og ég minnist þess ennþá að ég átti það til að opna þessa bók á vissum stöðum. Það voru nú oft frumskógar og kannski risaeðlur sem að maður kíkti á stundum, en minnistöðastur mér stjörnufræðikaflinn. Þar voru dásamlega myndir, til dæmis að þéttstæðu tvístirni sem sagt þau voru svo nálægt hvort öðru að efnið fór á milli þeirra og þetta var sem sagt svo stór mynd, ef ég man rétt, að það þurfti í þessari stóru bók, þá þurfti að opna myndina til þess að maður næði henni í fullri stærð. Og þessi myndið einhvern veginn vakti hjá mér einhverja tilfinningu sem að ég gat ekki skilgreint þá og get ekki enn, en hefur nú kannski orðið til þess að ég svona hluti af þessu vísinda uppeldi sem ég fékk smám saman.
Nú að loknu landsprófið þá fer ég í menntaskólann í Reykjavík, það er 1963 og þar tók við allt annar heimur heldur en ég hafði vanist. Þarna kynntist ég fólki sko á öllu landinu. Þá er ég að tala fyrst samnemendur og uppgötvaði það að þeir sem að þarna voru við nám voru yfirleitt svona miklu meiri námsmenn heldur en þeir sem ég hafði kynnst í Kópavogi. Svo að maður hafði svona þurfti að hafa svolítið fyrir lífinu til þess að halda í við þá allra bestu þarna. Fannstu eftir einhverjum sérstökum úr þínu bekkjarárgangi? Já, það er nú aðalega sko bekkjarfélagar mínir í 4., 5. og 7. bekk. Nú minnisstæðastur er náttúrulega Páll Einarsson, eðlisfræðingur og prófessor. Við erum jafngamlir, við áttum talsverð samskipti. Svo voru þarna einir 3 sem að fóru í læknisfræði. Og reyndar, fyrst að ég nefni það, þá er kannski rétt að geta þess að sko, þegar ég byrjaði í menntaskólanum þá er ég einhvern veginn búinn að fá þá flugu í höfuðið að ég ætla að verða læknir. Og það var eiginlega á stefnuskránni hjá mér, eiginlega allan menntaskólan, að fara í læknisfræði þegar ég væri búinn í menntaskólanum. Og á þessum árum nefnilega þá voru talsverðar samfélagsbreytingar í gangi og þetta er sem sagt á kaldastríðsárunum og það er uppgangur nokkur á þessum tíma, svona mikil alþjóðleg samskipti og fréttir utan úr heim eða alls konar afrekum sem að þar voru unnin. Meðal þess sem að er minnisstætt þarna eru sem sagt einmitt hérna atriði eins og þegar Spútnik var skotið á loft 1957, en það er áður en ég kem í menntaskólann, sko. Ég byrja ekki þar fyrir 1963. En það sem að ég ætlaði kannski að segja var það að sko vegna þessa uppgang sem var á eftirstríðsárunum og þessara samskipta við útlönd, að þá var okkar kynslóð, þetta voru kallaði babyboomer sem ég man rétt, það var líflega stór hópur, einhver stærsti sko, hópur námsmanna sem hafði farið í gegnum skólakerfið og á þessum tíma var andinn sá að okkur væri allir vegir færir, að til dæmis að menn höfðu engar áhyggjur af því hvaða sko, grein þeir ætluðu að fara í eftir stúdentspróf. Það er að segja, menn gátu eiginlega bara valið sér greinar á þess að hafa neinar áhyggjur af því hvað tæki við eða námi loknu. Og það var þarna mikil bjartsýni ríkjandi. En maður hafði svona fréttir af því að það væri ekki mikið að gerast við Háskóla Íslands. Og ég tók nú talsverðan þátt í félagslífi á þessum árum. Ég var til dæmis í ritstjórn DRR og Natúra og í samræmi við sko, þá hugmynd mín að ætla að fara í læknisfræði að þá skrifaði ég þar 2 greinar læknisfræði. Önnur, ef ég man rétt, hvítblæði og hin gervihjörtu. Þetta voru greinar sem voru náttúrulega mestu þýddar og endursagnar úr Scientific American sem var sem sagt lesefni okkar sem höfðu áhuga á þessum fræðum. Það er kannski í sambandi við þetta þá get ég nefnt að það er þegar ég er í 5. bekk, það er 1966, að þá sem sagt heyri ég í fyrsta skipti sagt frá fyrirbærinu kvasi eða kvasar eins og við köllum það þá. Þá hafði einn af ritstjórnarmönnum DRR og Natúra verið að lesa eitthvað þessi fyrirbæri í erlendum tímaritum og hann tók sér til og skrifaði grein kvasara sem birtist í DRR og Natúra. Og þessi maður hét Jón Pétursson sem síðan var samstarfsmaður minn. Hann fór í rammarsverkfræði og vann á Raunvísindastofnun lengi vel.
Hann lést í bílslysi fyrir mörgum árum. Nú, það líka í menntaskólanum sem ég heyri í fyrsta skipti minnst á hugtakið neftrónustjarna. Þá hafði annar samnemandi minn og ritstjórnarmaður sem að síðan var verkfræðingur, hann hafði verið að glugga í eitthvað þýskt tímarit sem að ég man nú ekki lengur hvað hét, og hann fór að segja okkur frá þessum furðulegu stjörnum sem að væru bara samsettar úr neftrónum. Mér fannst þetta ákveðlega áhugavert og athyglisvert á þessum tíma, en það kveikti ekki í mig neina löngun til þess að fara í frekara nám í þessum fræðum. Ég hélt áfram að ætla mér í læknisfræðina. Það líka kannski rétt að minnast á kennarana sem að þarna voru. Þetta voru náttúrulega upp til hópa úrvalskennarar og allir að vilja gerðir að tróða í okkur sem mestum fróðleik. Þeir voru nú svona misgóðir hvað það varðar. Bestir þóttu manni þeir sem að kenndu manni sjálfur með því að rita á töfluna og ræða við okkur í sætunum og annað í þeim dúr, og þegar maður var tekin upp að þá voru þetta frekar samræður heldur en yfirheyrsla. En það voru nokkrir sem að tóku menn upp og hlýddu þeim yfir. Það tíðkaðist ennþá á mínum skóladögum. Og mér sérstaklega minnist að einn kennari í Skúli nokkur Thordarson sem að var Þórðarson sem að var eldgamall sögukennari sem að kenndi okkur reyndar í 7. bekk, og hann tók menn upp og síðan var hann með kennslubókina fyrir framan sig sem að var gömul glósubók eftir Ólaf Hansson sem Námsgagnastofnun hafði bara gefið út held ég óbreytta. Og hann bara fylgdi línunni og hlýddi okkur yfir svona línu fyrir línu. Og ég man eftir því að hafa oftar en einu sinni lent í þessu, og þá vildi svo heppilega til að Páll Einarsson, sem að ég nefndi hérna áðan, að hann sat á fremsta bekk undir kennarapúltinu sem að var upp á stalli á þeim árum. Og hann var bara með sögubókinu opna og svo snér hann henni bara við og við lásum bara upp úr þessari sögubók. Þetta var sögukennslan í 7. bekk í MR. Það furðulega að seinna fékk ég áhuga á sagnfræði, en hún kemur ekki frá menntaskóla árunum. Má ég spyrja, voru ekki nemendur og kennarar þéraðir á þessum árum? Jú, þéringar tíðkuðust á þessum árum og mönnum fannst það sjálfsagt. Það var ekki fyrr en eftir stúdentspróf sem að kennarar leyfðu nemendum að þúa sig. Þá var boðin dús. En það lagðist nú fljótlega af eftir þetta. Nú en af því að ég fór nú í raunvísinda á endanum, að þá langaði mér nú til að minnast á helstu raunvísindakennarana sem að þarna voru, sem að voru allir afbragðsmenn. Í 4. bekk þá lærði ég efnafræði hjá Þórarni Guðmundsssyni, miklum ágætismanni sem að var sá sem að tók á móti mér á sínum tíma þegar ég fór sjálfur að kenna í menntaskólanum, og hann var sem sagt í miklu uppáhaldi bæði hjá kennurum og nemendum, fyndinn mjög, reyndar smámæltur sem hann gerði hann ennþá skemmtilegri. En hann var að reyna að tróða í okkur efnafræðinni. Það tókst ekki betur en svo, þótt að ég hefði mjög gaman að ég verið í tímum hjá honum, en það tókst ekki betur en svo að ég hef engan áhuga haft á efnafræði síðan. En hef svona skyldurækni reynt að tína upp fróðleiksmóla þegar ég þurfti á þeim að halda. Nú, síðan kenndi mér Skarphéðinn Pálmason, sá frægi stærðfræðingur, í hópi framhaldsskólakennara og framhaldsskólanema. Hann kenndi mér reyndar ekki stærðfræði því miður. Ég nefnilega fékk hann sem kennara í eðlisfræði og stjörnufræði. Og það sem að ég ætti kannski að segja í þessu sambandi var það að á þessum árum
þá var verið að innleiða bæði nýja stærðfræði og nýja eðlisfræði sem tilraunaverkefni í Menntaskólanum í Reykjavík. Að þessari tilraun stóðu 2 kennarar, Guðmundur Arnlaugsson, síðar rektor í Menntaskólanum í Hamrahlíð, og Björn Bjarnason sem ég kem að síðar. En vandamáli við þetta var það að í eðlisfræðinni að Skarphéðinn átti mjög erfitt með að aðlaga sig að þessari amerísku framsetningu á eðlisfræðinni sem var í kennslubókinni sem að gekk alltaf undir nafninu PSSC. Og með þessu námsefni fylgdu nýjar tilraunir sem að Menntaskólinn var sér út og við gerðum þessar tilraunir í eðlisfræði labbinu í MR. Var þessi bók kennd á ensku? Hún var kennd á ensku, já. En sko þessi bók heillaði mig því að hún var akkurat einhvern veginn á því formi að hún höfðaði til mín. En Skarphéðinni gekk mjög erfiðlega að komast í gegnum þetta og hann komst ekki lengra en aftur að Spani. Eins og ég sagði aðan þá hafði ég talsvert mikla unun af þessari bók og lærði heilmikið í jafnfræði og fyrirhluta rafsegulfræðinnar. En vandinn var sá, eins og ég nefndi áðan, að Skarphéðinn sem sagt átti svolítið erfitt með að koma efninu til skila. Hann var að taka menn upp og hlýða þeim yfir og átti stundum í erfiðleikum að mér fannst að útskýra svona efni sem hann hafði greinilega ekki kynnst fyrir í kennslubókum. Nú, hvað stjörnufræðina varðar, að þá fannst mér hann ekki góður kennari. En það kann að stafa meðal annars af því að kennslubókin sem að við lærðum var norsk eftir Akvald Gelsvík, minni mig. Og megin hluti hennar fjallaði sko kúluhornafræði og himinhvolfið, göngu himintungla og stjörnuhnit og reikninga og sólarupprás og sólsetri og öðru slíku. Og það fór alveg óheyrilegu tími í þessa stærðfræðilegu reikninga. Og þetta var náttúrulega uppáhald Skarphéðins vegna þess að hann hafði lært sína stjörnufræði sem aukagrein við Háskólann í Kaupmannahöfn. Og var náttúrulega vel þjálfaður í þessum klassísku reikningum. En það voru nokkrir kaflar þarna aftar sem fjölluðu reikistjörnurnar og örlítið heimsfræði, það var allavega að tala vetrarbrautir. Og því var nú eiginlega mestuleyti bara sleppt, sko. Þannig að ég fekk ákaflega lítið út úr stjörnufræðikennslunni í MR. Við fengum einu sinni að kíkja í sjónauka og það var gamli sjónaukinn sem var keyptur fyrir aldamótin 1900, reyndar fallegur gripur eða safngripur úr Látúni, ágætis linsusjónauki. En það eina sem ég man eftir frá þeirri stjörnuskoðana kvöldi var að við sáum Satúrnus en hver okkar í bekknum fékk ekki nema svona 1 til 2 mínútur til þess að horfa í þennan sjónauka. Þannig að þó að ég hefði áhuga á eðlisfræðinni þá fékk ég engan sérstakan áhuga á stjörnufræði á þessum tíma og var ennþá staðráðinn í að fara í læknisfræði. Nú til viðbótar þessu sem að ég þarna verið að lýsa þá var mitt helsta áhugamál á þessum tíma það voru kvikmyndir og kvikmyndalist. Og ég átti góðan vin sem var bekkjarfélagi minn og við sátum saman eiginlega alla okkar menntaskólatíð. Sá hét og heitir Jón Arason. Og við stúderuðum kvikmyndir og við sáum held ég allar kvikmyndir sem voru sýndar í kvikmyndahúsum borgarinnar og þau voru ansi mörg á þeim tíma og það voru meira að segja kvikmyndahús í Hafnarfirði sem við sóttum. Bæjarbíó og Hafnarfjarðarbíó. Þar voru meðal annars sýndar myndir eftir Bergmann og við söktum okkur ofan í þetta og ræddum mikið kvikmyndir og þetta gekk svo langt að ég keypti mér litla 8 mm kvikmyndavél
og byrjaði að æfa mig að taka upp myndir og láta framkalla þær og reyndi nú eitthvað að klippa líka. En það var nú fljótlega ljóst að það lá ekki fyrir mér að hvorki að taka né framleiða kvikmyndir. En þessi áhugi á kvikmyndir sem slíkum hefur sem sagt fylgt mér alla tíð síðan. Já, eftir stúdentspróf, þá sumarið, að þá vann ég í sumarvinnu hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur við skógrækt og girðingavinnu. Ég hafði reyndar unnið hjá Skógræktarfélaginu á sumrin allan þann tíma sem að ég var í menntaskóla. En hvernig sem á því stóð, við vorum oft í ferðalögum, fórum og vorum að girða og planta út lönd og gistum þá kannski allt upp undir viku á ýmsum stöðum, eins og til dæmis ef við gistum flugvöllin á Höfn í Hornafirði, þá dvöldum við þar í viku. En einhvern tímann á þessu sumri eftir stúdentsprófið 1967 að þá fara svona að vaksa með mér efasemdir það að ég eigi nokkuð erindi í læknisfræðina. Og það endar með því að ég ákvað að innrita mig í verkfræði haustið 1967 og ég hefði sennilega innritað mig í eðlisfræði ef ég hefði átt þess kost á þenn tíma, en það var bara ekki í boði hér á landi. Það eina sem var í boði í raungreinum var einhvers konar svona minni eða skemmri útgáfa af svona kennaramenntun í þessum greinum eins og eðlisfræði, efnafræði og stærðfræði sem var í heimspekideild og menn gátu fengið BA-gráður í þeim fræðum og mig fyrsti nú ekki að fara í slíkt nám. Þetta var á vissan hátt heillaspor að fara í verkfræðina vegna þess að þar kynntist ég afburðamönnum sem kennurum sem að sérstaklega annar þeirra hafði talsvert mikil áhrif á mig. Það var Þorbjörn Sigurgeirsson sem kenndi mér eðlisfræðina og það sem var nú aðdáunarvert við hann var nú ekkert mikið fyrir það að tala eðlisfræði sem slíka í tímum. Hann kenndi mér það sem sagt núna er kallað eðlisfræði 1. En það var þetta öryggi sem að hann hafði gagnvart allri eðlisfræðinni. Það var eiginlega alveg sama hvaða efni kom upp í námsefninu að hann sem sagt útskýrði það í smáatriði fyrir okkur og leiddi út eiginlega meira og minna umhugsunarlaust allt það sem við þurftum á að halda. Hinn kennarinn var Halldór Elíasson. Það var nú svolítið sögulegt, Halldór var þá að byrja að kenna við háskólann og hann tók að sér að kenna fyrsta árs stærðfræðina fyrir verkfræðinema og hann innleiddi nýtt námsefni sem að hann skrifaði að mestu leyti sjálfur en við vorum látnir lesa danskar kennslubækur. Ef ég man rétt, þá var það Bohr og Möllerup, fræg kennslubók sem hafi verið notuð í Kaupmannahöfn áratugum saman. En það sem gerðist var það að Halldór Elíasson fór ekkert í þessar kennslubækur eða þessa aðal kennslubók. Hann var bara með sitt eigin námsefni og byrjaði á mengjafræði og rökfræði og fór síðan að leiða út eiginleika talnakerfisins og skilgreina tölur og annað slíkt sem að hann leit á sem alveg nauðsynlega undirstöðu fyrir stærðfræðigreiningu sem að var megin viðfangsefni þessa námskeiðs. Nú, ég naut þessa
stafrænnar kennslu mjög og fékk mikinn áhuga á þessu efni. En ég var svo eini í hópnum því að verkfræðinemunum fóru mjög að reiðast þó við þegar hálft missirið var liðið og Halldór var ekki byrjaður að diffra. Það er að segja deilda hvað þá tegra sko. Svo þeir skrifuðu harðort kvörtunarbréf til skólayfirvalda og skrifuðu allir undir en ekki ég. Þar sem þeir kvörtuðu yfir þessu. Og Halldór fékk þetta bréf náttúrulega í hendur og brást vel við því, eins og hans var svona vísað þessum árum og byrjaði bara frá og integrera, það er að segja deilda og heilda og lauk námsefninu á tilsettum tíma. Og ég veit ekki betur en að þeir verkfræðingar sem best stóðu sig í prófinu hjá honum fyrir utan mig voru með ágætis einhverju sko. Og í skjótiðum það var allt þar á þessum árum að stærðfræðingar 91 var aðal fallfagið í deildinni. Já, það var ekki á þessum tíma sko. Því að á þessum tíma var notuð svokölluð livsformúla fyrir inntöku í verkfræðideildina og þar þurftu menn að vera með svona sérstaka meðaleinkunn sem að sér reiknuð upp í háskóla sem að þurfti að vera góð fyrsta einkunn ef ég man rétt til þess að komast inn í verkfræðina. Þannig að þessi langi hali fallista, hann birtist ekki fyrir seinna þegar það var fallið frá þessum kröfum sko. Og það var Leifur Ásgeirsson sem að innleiddi þetta á sínum tíma og hann var enda prófdómari hjá Halldóri. Nú, ferill Halldórs með nemendum var nú síðan sérkennilegur, hann varð ekki vinsæll svona, hann var náttúrulega sérvitur frá upphafi en merkur stærðfræðingur. Og núna rennur það allt í einu upp fyrir mér að ég gleymdi að minnast á þann kennara sem að hafði mest áhrif á mig í menntaskóla. Svo ég ætla að fara 2-3 ár aftur í tíma. Það var nefnilega minn uppáhaldskennari í menntaskólanum var Björn Bjarnason stærðfræðingur. Maður stúdenta í Gísla því það einhver eins og Halldór Elíasson ekki? Já, Björn Bjarnason var einstakur maður. Hann heillaði nemendur upp úr skónum með framkomu sinni og ljúfmennsku. Hann fór mjög mjúkum hefndum okkur en kom efninu vel til skila og ég held að hann hafi verið eiginlega uppáhaldskennari allra minna félaga og held ég bara hjá öllum nemendum sem hann kenndi í menntaskólanum. Nú, það sem að gerði líka, hefur kannski gert það líka að verkum að hann var einstaklega áhugasamur þetta árið, var að hluti í þessari endurnýjun námsefnis í raungreinum við Menntaskólann í Reykjavík var að innleiða nýja ameríska kennslubók í stærðfræði og hætta að kenna gömlu erfiðu stærðfræðibækurnar eftir Julius Petersen og þá frægu Dani sem hreltu MS-stúdenta áratugum saman. Það var sem sagt nýtt námsefni sem að byrjaði einmitt á rökfræði og mengjafræði og umræðu tölur áður en var farið dýpra. Og það nú bara sýnir hvað Halldór Elíasson var vel inn í tíðarandanum að hann hélt áfram að kenna þetta efnið bara ítarlegar upp í háskóla Þetta var hin nýja stærðfræði. Og þetta tókst alveg með afbrigðum vel. Og ég minnist Björns Bjarnasonar með miklu þakklæti alla tíð síðan. Nú, það svo annað mál að þegar að þeir sem að kannski voru ekki jafn góðir stærðfræðingar eins og Björn Bjarnason og Halldór Elíasson tóku það upp að fara að innleiða þessa nýju stærðfræði á yngri skólastigum eins og til dæmis í grunnskólana að þá að mínu mati misheppnaðist það algjörlega. Sem betur fer var nú þróun í því efni þannig að ég held að námsefnið núna sé svona tiltölulega
viðráðanlegt fyrir nemendur en þó ekki öllu leyti. Ég fékk nú að kynnast því nýlega þegar ég var að hjálpa dóttur minni með starffræðina í Hamrahlíð sem að hún lauk nú með ágætum. En þá voru þarna spurningar og hugtök sem að ég skildi ekki. Þannig að nýja starffræðin sem að ég held að dóttir mín hafi nú lent í einhverju leyti, sko, ég held að mengjafræðin og allt það hafi gert meira því að ræða sko nemendur frá starffræði og kannski foreldra ekki síður. Að sem sagt sú tilraun hafa algjörlega mistekist. En þetta var mjög góður inngangur fyrir háskólanámið, alveg eins og eðlisfræðin. En þetta gerði það að verkum í starffræðinni í MR að við komumst ekki jafn langt eins og menn voru vanir að gera með gömlu kennslubókunum. En það kom ekki að neinni sök. Því að við lærðum þegar Halldór Loxis tók sig til og fór að kenna sko það sem hann átti eiginlega að kenna samkvæmt kennsluskrá. Vistu það Guðmundur Arnljótsson eða öðvöld, vistu hann að þér? Og það kannski rétt að ég nefni enn eitt kennaran sem að ég var nú reyndar svo ólánsamur að kynnast ekki sem kennara. Það Guðmundur Arnljótsson sem að átti þátt í því ásamt Birni Bjarnasyni að innleiða þetta nýja námsefni í framhaldsskólanum. Það fóru miklar sögur af því hvað Guðmundur væri góður kennari og merkilegu maður, hann var náttúrulega frægur skákmaður með öðru. Ég kynntist honum ekki fyrir en seinna og þá fyrst og fremst í sambandi við stofnun félags raungreinakennara sem ég kem að síðar. Nú, en ég sem sagt komin núna, ég fer nú aftur tilbaka í háskólann, þar ég sem sagt að læra verkfræði fram að jólum, en fyrir jól þá, það að segja, ég var nú ekki að læra neina verkfræði, þetta var bara starffræði og eðlisfræði sem við vorum að læra, sko verkfræðin kom ekki fyrir en seinna og þá var ég farinn. En í millitíðinni sem sagt á þessu haustmisseri að þá sæki ég skólavist í Bandaríkjunum, BS-nám í eðlisfræði. Og það gerði ég gegnum stofnun sem hét Institute for International Education og það var til þess að mér var boðin skólavist ásamt styrk við Princeton háskóla. Og ég frétti að þessu upp úr áramótunum 1967 til 8 og tók því boði og það gerði það að verkum að ég hætti við Háskóla Íslands og fór að vinna. Og ég var svo heppinn að ég fekk vinnu hjá Þorbirni Sigurgeirssyni upp á Raunvísindastofnun sem var þá sem sagt tekið til starfa. Þetta sem sagt upp úr áramótunum 67 til 8. Nú þetta var nú ekki mjög spennandi vinna. Hann lokaði mig inn í herbergi á Raunvísindastofnun á jarðhæðinni með risastórum svona svokölluðum Helmholtz-spólum og verkefni sem að ég sinnti allt að vor og síðan allt sumarið var að mæla segulstyrk og segulstefnur í bergsýnum sem að Þorbjörn hafði tekið víðsvegar um land. Þá var hans aðalverkefni að kortleggja segulsvið Íslands. Og það sem sagt vinna sem að hann hafði byrjað á löngu áður og þá í samvinnu við Trausta Einarsson sem að ég því miður kynntist aldrei. Ég var sem sagt í þessari vinnu og þó að launin væri lág að þá gat ég lagt til hliðar talsverða upphæð og haft með mér til Bandaríkjanna. Þar að auki þá tókst mér að útvega mér styrk fyrir flugfarinu sem var í gegnum Fulbright ef ég man rétt
Og Princeton háskóli tók að sér að styrkja mig skólagjöldin sem voru ansi há og smávegis til viðbótar sem var hugsað sko til að maður gæti fengið sér að borða minnstakosti stöku sinnum. Styrkurinn nægði alls ekki fyrir öllu þeim kostnaði sem féll til þarna í Princeton. En ég var líka svo heppinn á fyrsta ári að ég fékk veglegan styrk úr lánasjóði sem heitir víst núna LÍN sem brúaði bilið. Þannig að fyrsta árið mitt í Princeton var algjört draumár. Og þar eiginlega kom ég inn í enn eitt nýtt umhverfi sem var bæði framandi og stórkostlegt. Það er að segja háskólaumhverfið í Princeton. Þarna voru náttúrulega meira og minna tómir snillingar, sérstaklega í raunvísindum. Það var nú sú hliðin sem ég kynntist. Ég sem sagt hóf þarna nám í eðlisfræði. Þeir vildu nú ekki innrita mig sko á þriðja ár eins og ég var nú að vonast til, heldur var ég innritaður á annað ár, svona sem sophomore sem þið kölluðu í eðlisfræði og þeir eins og tíðkast í bandaríska háskóla þá fá menn úthlutað svona leiðbeinanda sem á að hjálpa manni gegnum námi svona og maður getur leitað til og spurt val og annað og ég lenti á ágætismanni sem hét Bruce Partridge sem var reyndar útvarpsstjörnu eðlisfræðingur eins og má segja, eða útvarpsstjarneðlisfræðingur og það sem ég vissi ekki þá og vissi ekki fyrir löngu seinna að hann var hluti af svokallaðum Dickey-hóp, þessum fræga sem sagt kosmológíu og þyngdarfræði hóp í Princeton sem í voru sem sagt Dickey, John Wheeler var svona einhvers konar heiðursfélagi þar voru Wilkinson og Peebles. Þá menn hitti ég nú aldrei persónlega. En þetta gerði það náttúrulega verkum að seinna þegar ég uppgötvaði þetta og hitti Bruce Partridge síðar á einhverjum ráðstefnum að þá gat ég talað við hann um svona persónuleg málefni. Nú þarna í Princeton sko ég einbeitti mér að náminu. Ég þurfti að taka auka kúrsa og tók einn kúrs í músík og annan í hagfræði. Og það var svo sem ágætt. Ég var nú næstu því fallinn í tónlistarnámskeiðinu því að ég kunni ekkert í tónlist og hafði ekkert lagt stund á hana heima. En þeir hleyptu mér nú samt í gegn. En mér gekk svo vel í öðrum greinum sem að ég var að læra þarna þannig að ég flaug í gegn þarna á fyrsta ári. Og þarna kynntist ég ýmsum svona mönnum sem síðar urðu frægir fyrir utan Partridge sko. Þarna kenndi mér til dæmis í almennri eðlisfræði maður að nafni Cronin sem að seinna fékk Nóbelsverðlaunin ásamt Fitts fyrir uppgötvanir í öreindafræði og annað merkilegt sem að gerðist þarna vil að segja að ég byrjaði að svona stunda fyrirlestra sem að boðið var upp á campus og einnig á merkri stofnun sem var í göngufæri frá Princeton sem heitir Institute for Advanced Study þar sem Einstein eyddi síðustu árum ævinnar og þangað fór maður oft og hlusta á fyrirlestra eftir hina og þessa. Nú það var svolítið örlagaríkt fyrir mig held ég svona eftir á að hyggja að ég kynntist mjög fáum Bandaríkjamönnum þegar ég var þarna úti. Ástæðan var svo að það var fullt af Íslendingum þarna og við
héldum hópinn, vorum í partíum saman, borðuðum saman og alltaf þegar voru einhverja ferður og svona, þá var það bara Íslendingafélagið í Princeton sem það féll reyndar ekki því nafni. Þarna voru Reynir Axelsson sem síðan var stærðfræðingur, Sigurður Steinþórsson, jarðfræðingur, Þorsteinn Þorsteinsson af Thorsættinni sem var í verkfræðinámi þarna og fór síðan í bandaríska atvinnulífið. Hann tengdist fiskiútflutningi Íslendinga til Bandaríkjanna og Sigurður var giftur og átti 2 börn. Konan hans var Helga Þórarinsdóttir og Þorsteinn var líka giftur, konu sem hét Ragnheiður, þau áttu eina stelpu. Og þetta var sem sagt bara hópurinn sem ég umgengst, því miður, því að ég eiginlega kynntist engum amerískum stúdentum. Sem að ég held að hafi verið mjög slæmt því að þarna voru menn sem að maður hefði gjarnan geta haft samband við seinna. Reynir Axelsson hafði talsvert mikil áhrif á mig vegna þess að hann var alltaf að tala stærðfræði og var að segja mér sögur af stærðfræðingum og við fórum oft saman á svona stærðfræði fyrirlestra og það gerði það að verkum að þegar ég kem aftur út til Princeton ári seinna, til þess að hefja sem sagt seinna ári sem ég var þar, að þá ákvað ég að vert að breyta yfir í stærðfræði úr eðlisfræðinni og ég man sérstaklega vel eftir því að mér fannst Partridge að vera alveg harmi sleginn. Eftir að ég hélt þá að það væri bara, hann væri svo heila sári yfir að missa mig, en svona eftir að hafa kynnst háskólalífinu hérna heima þá held ég að þetta hafi nú líka verið spurning peninga því að það fylgdi hverjum stúdent ákveðin fjárhæð að ég held. Mér tókst að komast heim sumarið og þá fór ég aftur í sumarvinnu hjá Þorbirni og núna í flugsegulmælingum fyrst og fremst. Og þá var ég í hlutverki navigators. Við sátum 2 saman hlið við hlið í framsætunum og ég var með kort sem að Þorbjörn var búinn að krota inn á svona beinar línur og ég átti að sjá til þess að hann flýi eftir þessum línum. Það var magnaður móða. Já, það var hinn svokallaði, það var hinn svokallaði flugmóði sem við vorum að melda, sem að hékk niður úr flugvélinni og þetta var tekið upp á segulband allt saman. Og ég fór með honum í margar ferðir þetta sumar og svo vann ég eitthvað úr þessu líka og svo var einhver smá verkefni sem að setti mig í. Þetta var mjög lærdómsríkt. En þar uppgötvaði ég fyrir alvöru, og það hafði ég nú reyndar gert árið áður, eða sem sagt áður þegar ég var hjá honum þarna við segulmælingarnar á sýnunum að tilraunaeðlisfræði lá ekki beint fyrir mér. En Þorbjörn var nú svolítið klefralegur á stundum og það eru til sögur á honum þar sem hann þurfti að nauðlenda hist og her á þessari segulmælingavél. Í einni ferðinni, ég hef nú oft sagt þessa sögu, í einni ferðinni að þá bilaði segulbandið sem var í aftursætinu og hætti að taka við sem sagt mælimerkjum frá mælitækinu sem að hékk niður úr vélinni og hann gerir sér þá bara lítið fyrir og segir mér að taka við stýrinu á vélinni og svo var hann bara kominn hálfur ofan í aftursætið með skrújárn og verið að gera við segulbandið sem að tók upp mælingarnar. Og þetta voru 5-10 mínútur ef ég man þetta rétt, þar sem að ég var flugmaður. Og þetta er líklega stysti flugmannsferill nokkurs manns hér á landi. En mér var nú svolítið og ó
En ég veit ekki, allan hafði ekki bara sett á autopilot, það getur svo sem vel verið. En mér leið eins og ég væri sko ábyrgur fyrir lífi okkar beggja. En þetta var nú eina svona virkilega ævintýri sem ég lenti í með Þorbirni. Nú, ég var nú ekki með mikil fjárráð eftir sumarið, mun minni heldur en sem sagt árið áður. Og svo gerist það eftir að ég komin aftur út til, og það fór eiginlega talsvert mikið af þessum peningum bara í að borga flugferðirna til Bandaríkjanna. Það var svolítið dýrt að fljúga á þessum árum. Síðan kem ég þarna út og þá býður mín bréf frá skólanum það sé búið að hækka skólagjöldin umtalsvert. Þannig að ég skuldaði þeim nokkur $100 sem var mikil upp á þessum tíma. Og svona mánuði seinna þá fæ ég bréf frá lánasjóði þar sem að þeir segja að þeir get ekki styrkt mig áfram og ég hefði ekki átt að fá styrkin í fyrra. Því að þeir höfðu reiknað út að ég væri með nógu háan styrk þarna úti sem að náttúrulega dugði ekki sko. Þá reiknuðu þeir að svona meðal uppihald fyrir nemanda í Bandaríkjunum væri $1.000 hjá lánasjóðnum og það var bara tala sem að þeir héldu sig við. En í Princeton var þetta á $15.000. Þannig að ég var ansi illa staddur fjárhagslega og því miður þá var ástandið á heimili foreldra minna þannig sko að það voru ekki mikil fjárráð þar. Þannig að þetta ár endaði með því að ég ákvað bara að fara heim að vinna. En ég hékk nú út skólaárið, þurfti nú reyndar að fara og skilja eftir mig skuldir sem að ég borgaði svo þegar ég var byrjað að vinna hérna heima. Þetta var nú svona, voru svolítið vonbrigði. En ég hélt áfram uppteknum hætti að sækja fyrirlestra hist og hér, tók náttúrulega ágætis námskeið og þau gengu ágætlega hjá mér. Ég man sérstaklega eftir heljarmiklu seminar námskeiði sem að við vorum látin halda fyrirlestra hjá frægum starffræðingi þarna úti, William Browder, það var í grannfræði, eða topológíu, það var mjög ánægilegt. Svo lærði ég fullt af komplexir analýsu og þessu sem að starffræðingar áttu að kunna. Og svo sótti ég tíma fyrirlestra hjá Wilkinson og það sem var gervitungli var síðan kallað eftir sko, Wilkinson mælitæki. En það var í skammtafræði og það voru skemmtilegi fyrirlestrar. En ég var búinn að taka ákvörðun það til að snemma á eftir jólin að fara heim í maí sem ég og gerði. Og það er kannski rétt að nefna að landið tók mjög vel á móti mér leið og flugvélin lenti á Keflavíkurflugvelli og byrjaði að hekla að gjósa. Nú, það sem er nú minnisstæðast frá dvölinni í Princeton þegar ég svona horfi tilbaka er hversu lítið ég eiginlega botnaði í þeirri veröld sem að mér var boðin upp á þarna sko. Þarna var náttúrulega hvert ljósið á fætur öðru, hverju horni. Ég fór á þessa fyrirlestra og maður var að hlusta á, ég man til dæmis eftir því að hafa hlustað á Peebles í fyrsta sinn á Institute for Advanced Study. Þá var hann aðstoðarprófessor í Princeton. Ég man eftir fyrirlestran hjá Dyson sem var ná þá þegar í svolítið uppáhaldi hjá mér. En það var annað sem að til viðbótar þessum blankeitum. Sko, ég hefði náttúrulega með því að stofna til stór skulda hefði ég getað haldið áfram ef ég hefði verið jafn brennandi í andanum eins og ég var þegar ég kom fyrst til Princeton árið áður. En það sem hafði gerst í millitíðinni að ég hafði vilst svolítið að leið. Sko, fyrst hafði ég vilst úr eðlisfræðinni yfir í stærðfræðina. Vil nú ekki kenna neinum einstökum það en ég hef ákveðið mann grunnaðan.
En síðan fór ég illa og heilli að fá sífellt meiri áhuga á heimspeki. Svo að þegar það stemdi sko í það að það yrði mjög erfitt fjárhagslega að halda áfram, að þá eiginlega leiti undan fristingun og fór að sækja fyrirlestra í námskeiðum sem aðalega í heimspeki sem ég var ekkert skráður í sko, sem sýnir bara að ég hef verið í einhverju sveimhuga ástandi. Þetta var líka mjög sérkennilegt tímabil á þessum árum. Víetnamstríðið var í algleymingi, það var stúdendabylting í 68. Sko, ég er út í Bandaríkjunum þegar hún skellur á. Háskólanum var lokað í nokkra vikur vegna þess að stúdentar hertóku stjórnsýslubyggingarnar og námskeið fóru öll úr skorðum. Það er á þessum tíma sem að ég fer úr jakkafötunum og fer yfir í græna veiðijakka og annarkvort stígvél eða svona veiðiskó og læt mér vaxa skegg. Það er eiginlega áhrif frá stúdendabyltingunni 68 og því sem að gekk á í Bandaríkjunum. Svo var mikil óánægja meðal stúdenta vegna þess að þeir voru að innleiða herkvaðningar happdrætti. Þá var það þannig að þeir drógu út fæðingardaga stúdenta eða yngri manna. Þar á meðal stúdentar sem voru þarna í Princeton, Bandaríkjamanna. Og ef þú varst svo óheppinn að eiga afmæli á ákveðnum degi sem var dreginn út, þá fórstu í herinn, sko, nema þú hefðir einhver afsökun. Og það var rosalega svona sérkennilegt andrúmsloft þarna. Víetnam náttúrulega. Það var Víetnam, já, og Nixon og Fullu og Spire og Agnew og þessi sérkennilegu menn. En það var nú fræðilega var það nú aðalega heimspekin, en það verður nú að viðurkennast ef maður segir alveg eins og að það voru nú engin smá kallar sem að þarna voru Kuhn var prófessor. Ég reyndar vissi ekkert Kuhn og fór aldrei í tíma hjá honum. En hann var þarna á staðnum og hafði svona áhrif á umhverfið, en ég sótti til dæmis námskeið hjá þýskum flóttamönnum sem hafði komið til Bandaríkjanna í nasista ofsóknunum. Það voru nú aðalega tveir, það var Walter Kaufmann sem var nú sérfræðingur í existentialisma og Nietzsche. Það hefði mjög gaman að því. Einhvern veginn svona heillaði mig á þessum árum þar sem allt var í upplausn. Og svo var þarna vísindaheimspekingur Karl nokkur Hempel sem var hann vann nú eiginlega hluti af Vínarskólanum í heimspeki, það er að segja pósitívismanum. Og það var mjög gaman að sækja tíma hjá honum. Svo fyrir tilvíðinu þá viltist ég inn á námskeiði í vísindasögu hjá Charles Gillespie. Það hefur líklega verið það leyti sem hann var að byrja að gefa út þetta mikla verk Dictionary of Scientific Biography sem allir vísindasagnfræðingar nota, 20 binda verk eða eitthvað slíkt. Og hann var með svona seminar, jafnvel tutorials, þannig að maður hann hélt einhverja fyrirlestra á seminar og svo fór maður í heimsókn til hans og ræddi svona einhver vandamál í vísindasögu og ég fékk verkefni hjá honum að fjalla eiginlega bók sem að Hardy í Cambridge hafði skrifað sem heitir A Mathematician's Apology sem Reynir Axelsson þýddi hann á íslensku og það fór vel með okkur Gillespie og það var mjög gaman að því að tala við hann.
Og ég held að svona fyrstu eiginlega frægin af vísindasögu áhuga mínum hafi verið á þessum árum. Ég fór að lesa svolítið svona ævisögur og sérstaklega stærðfræðinga og mér minnist það bók eftir Bell frá Kaldek sem hét Men of Mathematics sem var mjög vinsæl bók og var mikið lesin en full af söguvillum. Og það svolítið furðulegt vegna þess að Íslenska stærðfræðifélagið hafi gefið mér bók eftir hann þegar ég útskrifaðist frá MR á sínum tíma sem fjallaði síðustu setningu Fermat og ég hafði aldrei opnað hana. Svo áhugin kemur, kannski svona fyrsta kímið kemur þarna. En sem sagt, ég fer bara heim og fer sem sagt að vinna hjá Þorbirni. Reyndar ekki hjá Þorbirni sjálfum, vann ég núna. Það sem gerðist var það að hann útvegaði mér vinnu hjá Þorsteini Sæmundssyni. Og ég var í vinnu hjá honum þetta sumar og sat við það að skrásetja tegundir norðurljósa sem voru sem sagt með því að fara í gegnum filmur sem hefðu verið teknaðar á Rjúpnahæð og víðar af norðurljósum hér á landi. Og út úr þessu kom, held ég, það eina vísindalega sem kom út úr þessu og það, ég held að það nú aldrei verið birt, var eitt línuritt sem sýndi tíðni norðurljósa sem falla af tíma yfir sumari, það var einhver svona kúrfa. Svo vann ég svolítið á Halldóri Elíassyni. Ég held að honum líka það vel að ég skrifaði ekki undir mótmælabréfið gegn honum þarna áður, svo að hann fékk mig í nokkra viku til þess að setjast niður og reikna tensora. Hann sagði mér nú reyndar aldrei, þannig að ég skildi hvaða tensora þetta eiginlega væri, en ég var þá búinn að ég lærði svona tensorreikning af því að hann kenndi mér að vinna með indexa og annað slíkt og svo veit ég spurði hann aldrei að því miður hvað verður þessa útreikninga. En svo þegar líður að hausti að þá fer ég nú að hugsa fyrir vetrinum og ég þurfi nú að fá einhverja peninga til þess að borga skuldir mínar í Bandaríkjunum og koma mér að heiman aftur því að ég hafði flutt heim til foreldra minna þegar ég kom frá Princeton. Og þannig að ég sæki vinnu í menntaskólanum. Ég fer bara og heimsæki Guðna og hann var gamall kennari minn, hann kennt mér frönsku. Og ég hafði ágætis samband við hann meðan hann var í skólanum. Hann var þá orðinn rektor og ég spurði hann hvort það sé ekki einhvað laust fyrir raungreinakennara og hann ræði mig í eðlisfræðikennslu. Og þar byrjar minn kennsluferill, það haustið 1970 og þá kenni ég eingöngu eðlisfræði í náttúrufræðideild. Og það var í 7. bekk, þannig að strax á fyrsta árið þá fékk ég að útskrifa stúdenta. Það var eitt sérlega minnustæði nemandi, manni Páll Hersteinsson sem síðan var veiðimálastjóri, það er nú látin því miður. En eitt af því skemmtilega var það að sá sem hafði kennt þessu nemendum í 5. bekk var Þorsteinn nokkur Vilhjálmsson sem var þá nýkominn frá námi í Kaupmannahöfn. En ég hitti hann ekki fyrir en síðar Og þannig leið það ár og það má eiginlega segja næstu árin. Ég geng þarna inn í kennarastarfið og var undir handleiðslu Þórarins Guðmundssonar sem ég held ég hafi nefnt nú þegar, sem reyndist mér alveg einstaklega vel og kenndi mér eiginlega að kenna í menntaskóla þarna fyrsta árið og við vorum mjög góðir kollegar og vinir þar til að hann lést fyrir aldur fram. Þarna voru ýmsir
vel menntaðir menn í raunvísindum. Ég einbeiti mér nú svolítið af þeim flokki manna þó að það hafi verið sem sagt merkir menn aðrir sem að ég kynntist þarna. En þarna var náttúrulega Skarphéðinn ennþá og ég kynntist honum ágætlega. Hann var nú alltaf jafn feiminn sko, alveg jafn feiminn og ég man eftir honum sem kennara. Svo var þarna Gylfi nokkur Guðnason, alveg indælis maður og mjög gaman að tala við hann og hann var góður stærðfræðingur en hann hafði djöfuldraga sem að það var áfengið og átti svolítið erfitt með sig á þessum árum en ég læriði heilmikið á honum líka og síðan voru þarna líffræðingar sem ég kynntist, ágætis fólk og svo Björn Búi Jónsson sem var ekki Jónsson, jú, held ég alveg örugglega, sem var með minna BA-próf í eðlis- og efnafræði frá heimspekideildinni. Og þetta voru nú svona aðalfélagarnir sem sagt í raungreinunum. Það voru náttúrulega aðrir ágætismenn eins og Ólafur Oddsson í íslenskunni, Vilhjálmur Þorsteinsson sem kenndi náttúrufræði, Reynir Bjarnason og náttúrulega Guðni og íslensku kennararnir frá fornri tíð og þetta var mjög góður tími. Og ég var náttúrulega ungur og hraustur á þessum tíma og eitt af því sem ég kenndi annað árið, 1971 til 72, var stjörnufræði í fyrsta sinn og ég kunni náttúrulega ekkert annað í henni heldur en það sem að ég hafði lært hjá Skarphéðinni og það var sama bókin sem var kennd, það var sem sagt astronómí eftir Agvald Gjelsvik, hinn norska og ég þurfti náttúrulega að lesa hann alveg upp á nýtt þegar ég myndi ekkert að því sem að Skarphéðinn hafði verið að kenna mér og þetta rifjaðist nú allt saman upp. En það sem að gerði nú eiginlega gæfumuninn var það að ég kynntist þarna mjög merkum manni sem að síðar varð góður vinur minn, Þórir Sigurðsson, sem að var lærður í stjörnufræði og kunni heilmikið og var miklu menntaðri en ég í þessum fræðum og af því að við vorum báðir, Þóri var þá að kenna sem sagt einhverjum öðrum bekki eða bekkjum, ég man ekki hvernig þetta var á þessum sama tíma, svo að leiðir okkar lágu eðlilega saman. Já, ég var kennari í MT þannig ég skrappaði yfir mér til að kenna þetta eina áfanga. Já, og ég lærði alveg reiðinn og ósköp af Þóri. Hann kenndi mér alveg heilmikið yfir kaffibollum og við fórum reyndar ef ég man rétt þegar á þessum tíma, ég er samt ekki alveg viss að fórum við að fórum að fara saman í kaffi og ræða þessi máli. Það gerist þetta síðar, það man ég. Og hann eiginlega, ég hafði náttúrulega kynnst umræðu svona skemmtilega hluti, svarthol og heimsfræði og nifteindastjörnur og annað slíkt þegar ég var í Princeton en það var ekkert kennt það í námskeiðin sem að ég tók og ég hafði frétt af örbylgjukliðnum því að ég fór á fyrirlestur hjá Peoples örbylgjukliðin en ég skildi hvorki upp né niður í því sem hann var að segja á þeim tíma En hann var mjög ákveðinn og greinilega vissi hvað hann var að segja. En allavega þá lærði ég heilmikið í stjörnufræði af Þóri og bara viðhorfið til fræðigreinarinnar og hvernig ætti að kenna hana og svona hvað skipti mestu máli. Það skipti mun meira máli fyrir mig heldur en kennsla sem ég fengi hjá Skarphéðinni. Það fer ekki á milli mála Þannig að ég lít á Þóri sem einn fyrsta eiginlega stjörnufræði kennara Nú, en þetta leyti að þá fer ég að sjá fram á það að ef ég ætli að halda áfram í menntaskólakennslu og vinna mig upp svona launastigann þá
þá þarf ég meiri menntun. Svo ég tek þá ákvörðun að fara í meistaranám og þá aftur til Bandaríkjanna. Ég var ekki kominn með BS-gráðu því ég hætti þarna í Princeton, þannig að það sem að ég tók upp á að gera var að ég skráði mig í háskólann hérna heima, þá var nefnilega kominn BS-nám. Þetta er 72 ef ég man rétt sem ég byrjaði þessu. 71, 72 og ég bara tek nokkuð námskeið með fullri kennslu. Fór ég mjög gott rafsegulfræði námskeið hjá Þorbirni, skammtafræði námskeið hjá Þorsteini Vilhjálmssyni og nútíma eðlisfræði hjá Þorvaldi Búasyni. Ég reyndar mætti ekki til tíma hjá honum en tók bara prófið og fékk leyfi til þess. En ég sótti tímabæði hjá Þorsteini og náttúrulega Þorbirni. Það vakti aftur athygli mína með Þorbjörn hvað hann var rosalega fær í öllum reikningum. Það var alveg, hann var ekkert og engar glærur, hann bara skrifaði á töfluna og hann setti vandamál og svo bara listaði með öllum þeim runum og nálgunar aðferðin sem að þurfti og þurfti ég ekkert að hugsa sem. Þetta var bara einhvern veginn í blóðinu, þetta var alveg ótrúlegt Allir glósuðu. Allir glósuðu náttúrulega eftir fremsta megni og ég náði nú mest að þessu en ekki öllu En og síðan sem sagt 72 þá sækjum við meistaranám í gegnum International Institute of Education aftur og það furðulega að þó ég hafi hætt námi þarna áður að þá tókuðu mig og ég fékk tilboð eftir áramótin frá nokkrum skólum og ákvað náttúrulega vegna fyrir reynslu að taka þann skóla sem að byði hæsta styrkin sem að var veglegur og það var Wisconsin háskóli í Bandaríkjunum. Og sá styrkur sem að ég fékk þar, nefni það strax, hann var svo veglegur að ég lifði góðu lífi af honum í 1,5 ár, þangað til ég lauk meistaraprófi. Ég var ekki kominn með neina BS-gráðu þegar ég fékk þessa skólavist þarna úti, svo að ég dreif í því að mig vantaði nokkra punkta þegar að var komið fram á vormánuði, svo ég fer að tala við Magnús Magnússon sem að ég kannaðist nú við áður og spyr hvort hann vil ekki taka mig í sérverkefni. Og þá vildi svo til að skömmu áður þá hafði Kristján nokkur Möller sem var þá framkvæmdastjóri Nordita, direktor þar og þekktur prófessor í Kaupmannahöfn. Hann hafði komið á vegum Magnúsar hingað og haldið 2 fyrirlestra almennu afstæðiskenninguna. Og ég fekk svolítið áhuga á þessu og hafði náttúrulega haft veður af þessu í Princeton og afstæðiskenningi væri eitthvað sérlega merkileg. Og ég hafði smám fengið eiginlega miklu meiri áhuga á þeirri grein heldur en skammtafræðinni sem mér líkaði aldrei. Hún var ekki jafn litlu áliti hjá mér eins og efnafræðin var en ég heillaðist aldrei af skammtafræðinni. Það var eitthvað við hana sem að ég hafði bara ekkert sérstakan áhuga á eða ég læriði það sem ég þurfti að læra en það var ekkert sem að var brennandi í sálinni. En afstæðiskenningin einhvern veginn heillaði mig meira og það var nú kannski vegna þess að það voru svona fyrirbæri eins og svarthol og hvernig henni var beitt í heimsfræði þó ég hefði nú ákaflega litlar fréttir af því en þetta er nú sá vegur sem margur hefur farið síðan að heillast af svartholum og leiða síðan út í afstæðiskenningu.
Þetta unga fólki í dag jafnvel sem sagt heitlað að þessu þó að svarthólshugtaki sé sko náttúrulega orðið bara daglegt brauð. Það var það ekki þegar ég var að kynnast því á sínum tíma. En svo ég spyr Magnús að því hvort hann eigi eitthvað verkefni fyrir mig sem að tengist afstæðiskenningunni eða inngangi að henni. Ég hafði nefnilega áður sko tekið, já, ég gleymdi að nefna það, ég hafði tekið nefnilega aflfræðinámskeið hjá honum. Gleymdi að nefna það áðan. Og svo ég þekkti hann frá þeim tíma. Og þá það ekkert annað en það, þá segir hann, heyrðu, þegar að Kristján Möller var hérna síðasta, þá var hann með handrita grein sem hann skildi eftir hjá mér. Hann hefur komist að einhverju furðulegri niðurstöðu og veit eiginlega ekkert hvað hann á að gera við þetta og það búið að senda þessa grein til Hawking í Cambridge, biðið hann álit, viltu ekki bara lesa þessa grein og skrifa ritgerðum hana. Og ég sagði að ég get nú alla byrjað að skrifa grein rannsóknir í almennu afstæðiskenningunni án þess að kunna neitt formlega í henni. Þannig að hann sagði, þú lest bara kaflann almennu afstæðiskenninguna í Landau og Lifshitz. Það sem sagt einn kafli þar í bókinni Classical Theory of Fields, sem eina bókunum í þessari mikla safni. Og ég bara settist niður þegar að kennslu lauk í MR, þannig að 72, nei, það komið fram á 73, fyrirgefið. Það komið fram á 73, voru 73. Og les bara þannig að kaflann afstæðiskenninguna í Landau og Lifshitz og ræði síðan á grein Möller sem að hét Do Black Holes Exist in Nature? Hann komst nefnilega þeirri niðurstöðu að svo væri ekki. Ég hafi nú eitthvað heyrt ákveðna setningar, sannanir á því að myndun svarthóla væri óhjákvæmileg og voru nefndir menn eins og Hawking og sérstaklega Penrose. Það hafi nú ekkert sett mig inn í það, en það hafi ég enga möguleika til þess vegna fáfræði. En ég þrælaði mér í gegnum þessa grein og fór í gegnum alla útleiðsluna og var þá búinn að læra hvernig ætti að reikna í afstæðiskenningunni og skildi hvað þau voru að tala um. Og þá rekst ég á diffurjöfnu sem að Möller gefur í greininni sem lausn og ég kann þóttlega sannfært með það að þetta væri lausn á þessari ákveðnu jöfnu og það bara með innsetningu. En þetta var ekki almenna lausnin. Þannig að ég lagði þá vinnu að reyna að finna almenna lausnina og tókst ekki. Var samt með alls konar uppfletti bækur. Svo ég varð að skila sem sagt ritgerðinni þannig að með því eiginlega með þeirri forsendu að þetta væri almenna lausnin á jöfnunni eins og Möller hélt fram að þá væri niðurstaðans óhjákvæmileg en hún var svo að í þyngdarhruni að þegar komið væri sem sagt í ákveðna stærð að þá breyttist þrýstingurinn frá því að vera jákvæður yfir í það að vera neikvæður sem að veldur útþenslu. Það eitt af því skrýtna í almennu afstæðiskenningunni að jákvæður þrýstingur sem sagt í raun og veru orkuhugtak og virkan eins og massi, andráttur, en ef hann verður neikvæður þá það fráhrindinkraftur. Og þetta kom bara út úr þessari lausn. Svo ég varð að skila þessu með þessari niðurstöðu af því að mér tókst ekki að finna almennu lausnina. Og hef síðan ekkert unnið við það og veit ekkert hvort að þessi almenna lausn til eða ekki. Það stóð á þessu sérprenti sem að ég fekk frá Magnúsi og frá Möller að það ætti að birta þetta einhvers staðar í Búlgaríu eða Júgóslavíu, ég man ekki hvað það var, ég veit ekki hvort þessi grein var nokkuð tíðan birt. Ég held ekki, því að hann skrifaði nokkrum árum seinna grein vandamál í
í sambandi við svarthol og almenn afstæðiskenninguna og þar ekkert minnst á þessa niðurstöðu. Þannig að hún var náttúrulega greinilega röng. Mér tókst að ljúka þessu sem sagt og skila rétt áður ég fór út til Wisconsin við háskólann í Milwaukee. Það var stærsta útibúið fyrir utan Madison og þeir sendu síðan BS-skírteinið mitt á eftir mér sko. Og það var aldrei spurt það við háskólann í Wisconsin hvort að ég hefði lokið BS-prófi. Þeir hefði ekki spurt að því enn. En samt veittuðu mér sko skírteinið mastersgráðu. Það bara stimplað skírteinið frá HÍ. Jú, en þeir báðu mig ekkert að sýna þetta. Þeir fengu, ég held að ég hefði beðið skrifstofunum að senda, ég bað skrifstofunum að senda með mér einhvað bréf sem að væri sagt að ég væri þessu námum undir ljúkaði, sko. En þeir báðu aldrei skírteinið. Ég byrjaði þarna í Milwaukee borg sem að mér fannst nú ansi svona ekkert neitt sérstaklega skemmtilegur dvalarstaður. Var þá búinn að kynnast Kaupmannahöfn. Ég var búinn að kynnast Kaupmannahöfn þá og sem að ég elskaði sko og þessi bók var þetta var svona gömul iðnaðarborg, reyndar kemur við sögu Vestur-Íslendinga en það er annað mál. En háskólinn var ótrúlega góður og sérstaklega eðlisfræðideildin. Og núna í þetta skipti þá hélt ég mér við eðlisfræðina og bara stúderaði hana grimmt og kláraði 2 ára meistaranám á 1,5 ári. Og þarna voru ágætiskennarar, ég man sérstaklega eftir einum, skammtafræðikennaranum, Papasta Matthew hét hann, Nick Papasta Matthew. Svo komst ég að því mörgum árum síðar að hann hafði verið samstúdent Chris Pethick í Oxford á sínum tíma. Það sagði Chris mér löngu seinna sko. En hann var ágætisnáungi og þeir fleiri þarna. En sá sem að gaf mér eiginlega mest var sá sem að var minn leiðbeinandi, var nú aldrei formlegu leiðbeinandi, hann var minn aðalkennari. Það var Leonard Parker sem að var þá nýkominn frá Harvard með doktorspróf í skammtaþyngdarfræði. Hans doktorsritgerð hafði fjallað myndun öreinda í sterku þyngdarsviði. Þetta er verkefni sem að svipað leyti tengdist niðurstöðu Hawkings útgeislun svarthola. Þeir voru þá að vinna því í Harvard líka. Og Len var frekar formlegur í samskiptum, en það tókst með okkur ágætis kunningsskapur og ég tók hjá honum lesnámskeið í almennu afstæðiskenningunni og þá kynnti mér fyrir bók sem að ég féll flatur fyrir og hef elskað síðan. Það er sem sagt Gravitation and Cosmology eftir Weinberg sem var þá bara var bara heit úr prentsmiðjunni sko. Og þessa bók las ég með Parker í heilan vetur og eiginlega læriði afstæðiskenninguna alveg upp á nýtt sko. Það sem ég hafði lært áður var í raun og veru bara tæknin sko. Ég var ekki komin inn í svona hugmyndafræðina sem að Weinberg og Len gáfu mér. Og einhvern tímann í þessu ferli þá segi ég Len frá því að ég hefði nú skrifað ritgerð sem úr almennu afstæðiskenningunni heima á Íslandi, einhvers konar BS-ritgerð, sérverkefni. Og segi honum frá þessari grein Möllers og hver niðurstaða
verið og ég Svarthol er ekki til. Svarthol var ekki til og hann var mjög áhugasamur og sagði á hverju heldur ekki erindi þetta fyrir okkur. Þá tíðkaðist það að vera með þess að Bandaríkjamenn kallaðu Brown Bag Lunch sem bara einhver svona djónarklöpp og menn koma saman í hádeginu í viku og svona, það tekið fyrir einhver grein og einhver er búinn að setja sveittur í viku, hálfa mánuð að undirbúa fyrirlestur eða eitthvað slíkt. En ég var ekki tilbúin í það. Fyrsta lagi þá var ég ekki með ritgerðina með mér og ég hefði skilið allt eftir heima og hitt var að ég var svolítið efins niðurstöðurnar. Svo nokkrum mánuðum síðar þá kemur í heimsókn frægur eðlisfræðingur frá Texas, Bryce DeWitt, sem er nú kannski þekktastur núna fyrir að hafa endurvakið hugmyndirnar marga heima í skammtafræði, The Many-World Interpretation of Quantum Mechanics, og var frægur afstæðisfræðingur á þessum tíma. Nú, ástæðan fyrir þessari heimsókn var svo að hann hefði þá nýlega farið ásamt hópi manna til Máritaníu til þess að reyna að endurtaka tilraun Eddingtons og Dysons sveigju ljóssins framhjá sólskífunni við sólmyrkva. Og þær mælingar tókust sæmilega, þeir fengu niðurstöður sem var í samræmi við reikninga Einsteins og þetta var nú bara ein af mörgum slíkum mælingum. En hann auglýsti þetta mikið og fór í fyrirlestarferðalag Bandaríkin og kom við hjá okkur og þeir þekktust, hann og Len Parker. Hann hélt fyrirlestur og síðan var farið í svona Brown Bag Lunch og þá gerir Len mér þann óleika, hann segir hér er ungur maður sem mikinn áhuga á afstæðiskenningunni og hann nýbúinn að skoða grein Möllers að svarthol séu ekki til og spyr mig, viltu segja okkur eitthvað meira frá þessu? Ég var algjörlega óundirbúinn og ég segi svona undan ofan að því hver niðurstaðan hefði verið og þá rýkur Bryce DeWitt bara upp, hann stendur upp af stólnum og segir, þetta nú meiri andskotans vitleysa. Penrose fyrir löngu búinn að sanna það að þetta gengur ekki, þetta bara röng niðurstaða. Ég náttúrulega bara sökk saman í stólnum, það kemur þessi frægi maður og skamma þarna stúdent í framhaldsnámi og menn setti hljóða svona smá stund og svo var talinu snúið öðru. Þetta var mér svolítið minnistætt þegar ég lendi þarna í eldlínu á þess að alls saklaus eiginlega ég tel. En Len reyndist mér síðan mjög vel þegar ég sótti síðan seinna að komast inn á Nordíta þá skrifaði með meðmælabréf og það hjálpaði nú til, held ég. Nú, ég hafði aldrei ætlað mér að verða neitt meira menntaður í þessum fræðum en heldur að verða meistari vegna þess að ég sá fyrir mér að verða bara menntaskólakennari það sem eftir var. Mér hafði líka svo vel kennslan þarna fyrstu árin. Svo að ég hafnaði öllum gylliboðum að halda áfram í doktorsnám þarna úti og það var nú sótt svolítið fast að mér. Það voru þéttefnisfræðingarnir á staðnum sem vildu endilega fá mig í tilraunaeðlisfræði og ég sagði nú sem var að ég væri nú ekki mikill tilraunaeðlisfræðingur og svo hefði ég engan áhuga á skammtafræði og því síðu þéttefnisfræði sem ég vissi ekkert Þeir héldu að ég er nú fljótur að setja mig inn í þetta en ég þráaðist við og ég sé nú ekki eftir því ef ég hefði látið undan þarna að þá væri ég ekki hér í þessu hlutverki.
heldur í einhverjum, þeir voru sérfræðingar, voru með sérstakt labb í svona yfirborðsfræðum og voru svona með að skjóta alls konar geislum á yfirborð og skoða endurkastið og taka róf og svo framvegis. Og ég hefði engan áhuga á þessu. En það var náttúrulega ekki eina ástæðan. Eina ástæðan var svo að þetta var árið, það var komið fram í desember 1974 þegar ég lýk prófi og fer síðan heim. Ástæðan var náttúrulega svo að ég var með kærustu heima og hún var ólétt. Það var megin ástæðan. Já, og síðan það að ég ætlaði mér aldrei neitt meira og ætlaði aldrei neina rannsóknir. Þannig ekki nema bara til mér við töluðum heilmikið um það ég og Pasta Matthew það væri vel hægt að lifa samt góðu lífi með því að lesa bækur eðlisfræði og lifa bara í þeim heimi þess að vera í neinum rannsókn. Og þetta höfðaði ágætlega til mín á þeim tíma. Ég var ekki laus við heimspeki áhugann, Það var ekki fyrir einn seinna sem hann... Kemur bara nú mikið til þess að lifa af. Já, svo fer ég náttúrulega heim og þá tekur lífsbaráttan við og ég lendi, ég hafði verið í leyfi frá kennarastöðinni. Launalaus, náttúrulega. Já, launalausum leyfi, já. En sem sagt, styrkurinn sem ég var með þarna út, þetta var teaching assistantship, þannig að ég þurfti að kenna, bæði bóklegt og verklegt þarna út, og það var ekkert mál, ég hafði þessa reynslu úr MR og þannig ég hafði ekkert fyrir því. En launin voru svo góð að það var afgangur í hverju mánuði, Þetta var allt annað líf heldur en í Princeton og þeir voru að byggja eitthvað upp þarna, það var mikið af góðum mönnum. Í sambandi við skammtafræðin kannski nefndin það, það var verið að reyna að ýta mér að fara í skammtasviðsfræði, það var einhver japanskur náungi sem að Umesawa sem að þeir höfðu keypt sérstaklega, það var eitthvað þekktur á þeim tíma, en ég hafði engan áhuga. Svo að ég kem svona fullur áhuga á afstæðiskenningum tilbaka. Ég byrja þá að kenna í janúar 1975 og þá hefst talsvert mikið vinnuskeið því að þá er ég eiginlega komin mjög fljótlega með fjölskyldu. Og þá duga ekkert gömlu launin frá þarna fyrri menntaskóla árunum, bara venjuleg kennaralaun, maður þurfti að taka yfirvinnu og ég vann eins og skepna allt upp í 40 tíma á viku. Kannast við þetta? Og það gerði það að verkum að ég fylltist smá saman leiða, ég kenndi allt og mikið, ég var að kenna starffræði og eðlisfræði, en stjörnufræðina byrjaði nú reyndar ekki að kenna fyrir árið eftir að ég kom heim. 1976, þá byrjaði ég að kenna hana og þá vegna þess að ég er fastur kennari, þá var ég á launum yfir sumarið og hafði kennt og átt eftir að kenna heilmikið. Þannig að ég hafði engar áhyggjur af launamálum þá, þannig að nú sagði ég við sjálfan mig að nú skal ég bara læra stjörnufræði. Áður en ég fer að kenna hana áfram. Svo að ég átti náttúrulega enga stjörnufræðibók sjálfur aðra en bókin eftir Gjelsvík. Og svo ég fer á fræðasöfnin, og það var ekki til í bókabúðum, svo ég fer að fræðasöfnin og ég finn eina bók sem ég leist mjög vel á og það var bókin hjá upplýsingaþjónustu Bandaríkjanna sem var þarna á Neshaganum, það var bókasafn þar, ameríska bókasafnið. Og þar fann ég aðra útgáfu af alveg frábæri bók sem hentaði mjög vel þessu sviði. Það var Exploration of the Universe eftir Abel. Svo að ég settist bara niður sumarið 1975, var komið unga barn á heimili þannig að það var nú ýmislegt að gera og ég bara las þessa bók spjaldan á milli og lærði hana bara utan að og skrifaði nótur fyrir kennsluna og svo byrjaði ég að kenna þarna og ég breyti algjörlega námsefninu. Ég innleiði bara nútíma hugsun í stjörnufræðikennslu hjá mér þarna haustið 76 og dró mjög mikið úr
kúluhornafræðinni sem að var alla að drepa og fór að innleiða sem sagt hugmyndir nútíma stjörnufræði, miklu meira sólkerfið, stjörnurnar og þróun þeirra, vetrarbrautina og heimsfræði sem að ég reyndar kunni ekki mjög mikið það var ekki mikið heimsfræðina þarna í bók Abels en nægilega mikið til þess að ég gat flytt mér á þessu. Kenndur þá eftir bók Abels? Nei, ég tíndi bara til efni vegna þess að þetta var bók Geirsvik var þegar komin á skrána að þá notaði ég hana bara svona til hliðsjónar. Nú ég hafði svona, það bærðist með mér þessi áhugi á afstæðiskenningunni þannig að ég fór nú að svona smá að lesa mér meira til sko þessar nýjungar í afstæðilegri stjörnuspræði, fór að lesa nifteindastjörnur og svarthol og það gerist bara með kennslunum þegar ég hafði tíma sko. En svo verður mjög afdrifaríkur atburður í minni ævi haustið 1975 að þá býðst mér fyrir tilstilli Magnúsar Magnússonar sem að þá var í stjórn Nordita að fara á 2 vikna haustskóla á Nordita í Kaupmannahöfn og það var skóli sem að Þórir Sigurðsson, vinur minn, fór líka á fyrir heldur tilstilli Magnúsar og Var þetta ekki Novemberfest, hérna það ekki? Astrophysics Novemberfest hét þetta. Átti fyrst að vera Astrophysics Oktoberfest en af einhverjum ástæðum frestaðist þetta. Og þeir sem að ráku þennan skóla voru Chris Pethick sem var síðan lykilmaður í mínu lífi, svona vísindalífi, og Bengt Strömgren, sá frægi maður, sem var þó aftur kominn heim til Kaupmannahafnar eftir glæsilegan feril í Bandaríkjunum. Og hann var þá prófessor við Kaupmannahafnarháskóla og prófessor við allavega tengdur prófessor við Nordita og bjó í sko þannig heiðursbústaði Carlsbergs bjórverksmiðjunnar sem að Niels Bohr hafði áður búið í sko. Hann var svo hátt metinn hjá Dönunum. Og þetta var sem sagt ráðstefna þar sem komu margir mjög færir menn að tala sérstaklega nútímarannsóknir í stefnælisfræði. Og þetta heillaði mig og einhvern veginn gerði það verkum að ég fór að hugsa það hvort að ég ætti ekki að fara stundarannsóknir og sjá hvort það væri einhverja leiðir til þess. Og það svona bara á þessum vikum sem ég var þarna úti þá myndaði smá þessi hugmynd hjá mér að ég ætti nú virkilega að stefna að því að finna einhverja leið til þess að fara í rannsóknir með það fyrir augum að koma aftur til Íslands og reyna að byggja eitthvað upp hér. Og þetta var nú ekki gert bara í lofttæmi vegna þess að ég hafði talað alveg heilmikið uppbyggingu stjörnufræðinnar hérna heima og hversu illa hún var stödd á þeim tíma við Þóri nokkurn Sigurðsson sem var með alls konar hugmyndir líka og þetta ég tel að hann hafi haft nokkur áhrif í þessa veru að ég fór að hugsa með þessum hætti. Nú þarna voru afburðamenn eins og Long Air frá Englandi og Shama frá Englandi sem voru með frábæra fyrirlestra Kippenham frá München og svo náttúrulega Chris Pethick sjálfur. Bengt hélt engan fyrirlestur þarna ef ég man rétt eða fyrirlestra heldur. En hann bauð okkur í kaffi í þennan heiðursbústað sem var svona mansjón sko. Nú þetta námskeið, þessi haustskóli, hann hleypir síðan af stað atburðarás sem að ég
eiginlega tók mikinn þátt í, ásamt Þóri Sigurðssyni og síðan fleirum, að við vorum svona svolítið stórhuga á þessum árum og eitt af því sem að við eiginlega fórum að hugsa var að stofna félag fyrir raungreinakennara í menntaskólum. Og það varð að veruleika, ef ég man rétt, 1977, frekar en 76. Og ég náttúrulega, einhverja hluta vegna sem ég hef aldrei skilið, lenti í að verða formaður í þessu félagi og í undirbúningsnefnd ásamt Guðmundi Arnlaugssyni. Og það það sem að ég kynnist honum persónulega, sko. Ég átti síðan eftir að vinna heilmikið með honum seinna, sko. Og við til dæmis unnum saman lög félagsins og ég byrjaði á því að skrifa lagadrögin og Guðmundur fór yfir og við lagfærum þetta og félagið var stofnað. Og eitt af fyrstu verkum þess, og ég held að það hafi nú bara verið fyrir áveggjan okkar Þóris, að þá voru ákveðið að halda endurmenntunarnámskeið fyrir framhaldsskólakennara. Ég er nú ekki alveg viss hvort að það var í fyrsta skipti í sögunni eða hvort einhver slík endurmenntunarnámskeið hafði verið áður. En allavega þá fórum við í það verkefni og haustið 77 þá var haldið stjarneðlisfræði námskeið, eða ég man ekki nákvæmlega hvað við köllum það, og efnafræði námskeið fyrir framhaldsskólakennara og við Þórir sáum stjarneðlisfræðina. Og rafeindatækni var þarna líka? Jú, einhver rafeindatækni var þarna líka, já. Og það var eigubílamælirinn í endurbúningi, Rögnvaldi og þeim, var ekki? Já, en allavega þá tókst þetta bara mjög vel. Marelavendan, var ekki? Allavega þá tókst þessi námskeið mjög vel en það olli nokkrum vonbrigðum að flestir sem að sóttu þessi námskeið voru sko eiginlega eldri mennirnir í hópi framhaldsskólakennara. Það voru fáir ungir þarna, kannski 1 eða 2. Og þetta átti eftir að loða svolítið við þessi námskeiði, sko. Og það kemur nú væntanlega til að því að líka að sko á þessum árum 77 að þá BS-námið í þessum greinum eðlisfræði og efnafræði sko komið á fullt og unga fólki sko sem ætlaði að fara í þetta og lenti síðan í kennslu, það náttúrulega lærði þessa hluti allavega hluta, allavega eðlisfræðina og efnafræðina í skólanum, sko. Já, eins og framkom áðan að þá var það eiginlega fyrir tilstilli Magnúsar Magnússonar, prófessors í eðlisfræði, sem að ég og Þóri Sigurðsson fórum á þennan merka haustskóla í Kaupmannahöfn í nóvember 1975. Og mér finnst nú rétt að geta þess að Magnús var mjög duglegur að eiginlega virkja námsmenn og benda þeim á möguleikana sem að Nordita bauð upp á. Og annað sem hann gerði sem mér finnst mjög mikilvægt og þótti þegar í byrjun var það að hann bauð hingað til lands mörgum mjög þekktum og skemmtilegum eðlisfræðingum til þess að halda fyrirlestra og þar gat hann náttúrulega fengið góðan stuðning frá Nordita sem að oftast kostaði sko ferðir þessara manna. Þeir voru þá oft kannski í heimsókn á Nordita eða voru beinlínis starfsmenn. Meðal manna sem að ég man eftir að hann bauð hingað voru til dæmis Åge Bohr og Ben Mottelsson sem að fengið höfðu Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði 1975
var nú eitt af því sem að gerði Kaupmannahöfn svolítið svona aðdáunarverðan stað í mínum huga og var prófessor við Kaupmannahafnarháskóla en Ben Mottilsson var prófessor við Nordíta. Þeir héldu fyrirlestra kjarneðlisfræði náttúrulega sem var þeirra sérgrein. Nú síðan komu menn sem að unnu aðalega að verkefnum sem að tengdust eðlisfræði svona þéttra stjarna eða kulstirna eins og við köllum þetta stundum og þá einkum nifteindastjarna. Það voru til dæmis menn eins og Gordon Behm sem var prófessor í Illinois, kjarneðlisfræðingur að mennt og þéttefnisfræðingur reyndar líka sem hafði snúið sér að rannsóknum ásamt Chris Pethick á nifteindastjörnum og þeir höfðu samvinnu við Hans Bethe, þann frægamann á sínum tíma og skrifuðu mjög merkilegt rit ástandið í iðrum nifteindastjarna. Hans Bethe kom nú aldrei til Íslands en bæði Gordon Behm og Chris komu og einn af samstarfsmönnum þeirra beggja, Don nokkur Lamb, sem núna, eða síðast var prófessor við Chicago háskóla og var að vinna aðalega við röntgen uppsprettur sem að tengdust nifteindastjörnum og þeir komu hingað og allir héldu þeir fyrirlestra og sem að ég sótti og höfðu talsvert mikil áhrif á mig og ég man sérstaklega eftir því að eftir einn fyrirlesturinn þá voru þeir báðir Chris Pethick og Don Lamb. Chris kom náttúrulega oftar en einu sinni hingað en ég held að Don Lamb hafi bara komið einu sinni. Eftir einn fyrirlesturinn þá bauð Magnús okkur á grillið á Hótel Sögu sem var dýrasti veitingastaður landsins á þeim tíma. Þetta var náttúrulega hádegisverð, svona að það hefur nú kannski verið eitthvað ódýrara og þannig að ég fékk þá í fyrsta skipti svona tækifæri til að tala við þessa menn sem að síðan áttu eftir að koma mjög við sögu, sérstaklega Chris Pethick í mínum eigin rannsókn. Og sennilega hefur það verið svona kannski sá neisti sem að gerði það verkum að ég fór að hugsa það að það væri nú kannski sniðugt að sækja hjá Nordíta en þá var Chris nýlega orðinn prófessor þar sko. Bæði prófessor í þéttefnisfræði og í stjarneðlisfræði og hafði það hlutverk að byggja upp þessar greinar þar, sérstaklega þó stjarneðlisfræðina sem var ný. Þetta kom nú ekki til tals á þessum hátíðisverðarfundi en líklega hefur sko þá neistig sem að síðan varð að báli hjá mér kveiknað þarna. Þetta er, þetta er 76, 77, ég man það ekki nákvæmlega. Og Magnús og Heiður skilir fyrir að kynna Íslendingum nýjustu rannsóknir á þessu sviði. Það var held ég góð aðsókn að þessum fyrirlestrum öllum. Það er ekki mjög mikið auglýst í þá daga. Nú, annað merkilegt sem að gerðist á þessum árum áður en ég fór til Nordíta, það er árið 1977, sumarið 1977, að þá er haldin sko heljarmikil alþjóðleg ráðstefna í Kaupmannahöfn, bæði á vegum Niels Bohr Institutions og Nordíta og aðal framkvæmda aðilinn getum við sagt að þessari ráðstefnu var
Ole nokkur Ulbeck sem að síðan var formlegur leiðbeinandi minn í doktorsnámi og hann sem sagt safnaði saman með undirbúningsnefnd eiginlega blómanum úr hópi þeirra vísindamanna sem voru fást við dulstirni og hulduefni. Og Magnús vakti athygli okkar Þóris á þessari ráðstefnu og við sóttum að fara og fengum styrk frá Nordita til þess að vera þarna og það var allt borgað, hótel og ferðir og annað slíkt, alveg eins og hefði gerst 1975. Við höfum náttúrulega engin efni á því að vera að fara í svona ferðir á eigin kostnað, sko. Og þetta var ansi ævintýrarík ráðstefna. Þarna komu sko eiginlega held ég frægustu eðlisfræðingar á þessu sviði og þeir voru svo margir að ég ætla ekki að fara að nefna þá. Það var sem sagt mikil áhersla lögð á dulstirnin. Þá var ekki sko komið fram þetta nútíma standardlíkan að þetta væru alveg örugglega sko kjarnar virkra vetrarbrauta. Menn voru ennþá að velta fyrir sér sko flokkun virkra vetrarbrauta í alls konar flokka og voru ekki alveg vissir hvort að þetta væri sko upptökin væri þau einu og sömu. Það kom reyndar skömmu síðar og ég held alveg örugglega að það hafi verið á þessari ráðstefnu sem að það kom þarna dálítið merkileg frétt fannst mér. Það var þá Will Sargent frá Caltech sem að sagði frá sko rannsóknum sínum og annara á svokölluðum ísokslínum í rófi vetrarbrauta. Dulstirna á ég við. Og þá kom í ljós að það voru slíkar dökkar línur, ísokslínur, sem sagt með Rauðvík, sem voru lægri heldur en Rauðvík dulstirnisins sjálfs, sem benti til þess að þetta væri sko ísok í einhverju efni þar sem ljósi frá dulstirninu hefðu farið í gegnum einhverja vetrarbrautir eða ský. Þetta var tímamóta uppgötvun sem að ég allavega frétti í fyrsta skipti af þarna, ég held örugglega 77. Og ég man eftir þessu sérstaklega vegna þess að það var óvenju mikið klappað fyrir þessum fyrirlesara, þannig ég held að þetta hefði verið sko tiltölulega ný uppgötvun fyrir marga. Nú, það er ekki orðlengja það að ég eiginlega bara hélt áfram, ég var þá komin sko, þá var bálið farið að loga í mér, ég hélt bara áfram og í beinu framhaldi af þessari miklu ráðstefnu þarna í Kaupmannahöfn að þá fer ég á ráðstefnu í Cambridge á Englandi sem var kostuð af NATO og fékk styrk til þess. Þannig að ég náttúrulega í þetta eina skipti vona ég var fjármagnaður á hernaðarbandalagi í þessu ferðalagi til Cambridge. Það var mikil ævintýra för, ég hafði náttúrulega aldrei komið til Englands áður. Ég tók nú viku frí í London ásamt kærustunni og síðan fór hún heim en ég hélt áfram til Cambridge. Og þar var líka mikið stórmenni og sem að ég ætla ekki að fara að nefna og þá voru nokkuð margir voru þeir sömu og höfðu verið í Kaupmannahöfn og þannig að ég var málkunnugur þeim sömum. Mörgum eins og Martin Rees og sérstaklega Donald nokkrum Österbrock sem var bandaríkjamaður sem starfaði við Kaliforníu háskóla og var aðallega í mælingum. Og þetta samband sem að ég myndaði við hann þarna, það kom sér vel seinna þegar ég fór að rannsaka ævi Sturlu Einarssonar sem var prófessor í Berkeley upp úr aldamótunum 1900. Því að þá var Donald þessi Österbrock, hann hafði nefnilega hætt í stjörnufræðinni þegar hann fór á eftirlaun og gerst vísindasakfræðingur og þekkti vel sko allar skalageymslur og skúffur þarna í Kaliforníu
og hann gaf út af mér alls konar upplýsingar Sturla sem að ég því miður ekki ennþá búinn að birta en mun gera það vonandi áður en ég dey. Það kemur að því fyrir það síðar. En svona minnisstæðasti maðurinn, eða svona eftir á að hyggja, var náungi sem að var greinilega ákaflega fær í reikningum í sambandi við svarthol, sérstaklega áhrif svarthol á umhverfi sitt og hvernig stjörnur hreyfðust í nágrenni svarthola. Ég hitti þennan mann sérstaklega í einhverju kokteilboði sem var haldið miðja ráðstefnuna og við fórum að ræða saman og ég fór að spyrja hann eitthvað aðeins út í þetta skemmtilega viðfangsefni. Hann var þá að hugsa risasvarthol og sem sagt hvað áhrif það hefði á umhverfið og sérstaklega stjörnurnar. Og þá segir þessi maður mér þegar hann frétti að ég var frá Íslandi að hann hefði nú komið nokkru sinni til Íslands. Þetta var Jack G. Hills sem var þá, ég er ekki alveg viss hvar hann vann þá. Ég held að það hafi verið í einhverjum norðurríkjum Bandaríkjanna en hann fór síðan til Los Alamos og eyddi þar áratugum áður en hann fór á eftirlaun. Og hann sagði að hann ætti góða kunningja á Íslandi og hann hefði meira að segja farið hringferð landið á mótorhjóli og var mjög hrifinn af þessu landi. Nú, við spjölluðum eitthvað aðeins frekar þetta, en svo snerum við okkur báðir að einhverjum öðrum og fórum að tala aðra hluti. Svo frétti ég nokkru seinna að þessi maður var Íslendingur. Og það gerist þannig að Ólafur nokkur Torfason hringdi í mig og spurði hvort að ég vissi af íslenskum stjarneðlisfræðingi sem héti Gísli Hlöðver Pálsson og vinni í Bandaríkjunum. Ég er ekki viss að þetta hafi verið í fyrsta skipti sem að þetta nafn var nefnt. Það kann að vera að Þórir hafi verið búinn að nefna þetta áður en það hefur þá bara farið í gegnum annað veirað út hitt. En ég fór nú að spyrja aðeins nánar út í þennan mann og hvað Ólafur vissi hann. Og þá sagði hann að hann hefði sem sagt flust ungur til Bandaríkjanna með móður sinni, en ætti íslenskan föður, en móður hans hefði síðan gifst útlendingi og hann hefði tekið upp hans nafn og væri bandarískur ríkisborgari og sem sagt inni þar. Og bandaríska nafnið var Jack Hills. Og þá var komin skýringin á þessum ferðalögum Jack Hills til Íslands. Hann var bara Íslendingur og var að heimsækja skyldmenni sína þarna. Ólafur Torfason, hann var mágur Jack Hills eða Gísla Hlöðvers. Hann var giftur Signíu Pálsdóttur sem var sem sagt systir Gísla og fleiri sko. Og faðir þeirra var Páll Pálsson hæstaréttarlögmaður. Ég var orðinn svo ákveðinn í að gera tilraun til þess að komast til Norðbíta, þannig að ég sótti ég held ég að við sóttum tvisvar sinnum og fekk nú neitun í fyrra skiptið en jákvætt svar í seinna skiptið og mér var boðin sem sagt svokölluð stipendiatstaða sem byrjaði haustið 1978 og þeir gerðu betur við mig, það að segja til þess að undirbúa mig undir þetta þá buðuðu mér á ráðstefnu sprengistjörnur sem var haldið vorið 78 og síðan í sérstaka heimsókn til Norðbíta sumarið 78 til þess að ræða væntanleg rannsóknarverkefni. Og það þá sem að við förum fyrst að tala sem sagt væntanlegt verkefni, það var mjög óljóst í fyrstu, en þegar ég talaði dvölin mína á Norðbíta þá fer ég nánar út í þetta.
En þar settust við Chris Pethick fyrst niður og hann sagði mér frá því hvað hann hefði verið að gera og sem sagt það væri þarna ákveðið vandamál sem að hann hefði áhuga á að líta á og hvort að ég hefði áhuga á að kíkja á það nánar. Og nú ég fer síðan bara heim aftur og svo flyt ég út með konu og barn haustið 1978 og mæti síðan á Nordita 1. september 1978, rétt áður en það opnað og þar stendur annar náungi, heldur yngri en ég og ég fer svona aðeins að ræða við hann og þá kemur í ljós að þetta Klas nokkur Fransson frá Lundi sem að var hinn stjarneðlisfræði kandidatinn á Nordita þetta árið og við tveir stjarneðlisfræðingarnir verðandi stóðum þarna þegar að sem sagt aðalmanneskjan á Nordita kom og opnaði fyrir okkur og hleypti okkur inn og það var Helle Kirlerich sem að var á skrifstofunni og mér var náttúrulega ekki ljóst þá en var það síðar að eiginlega Nordita snerist í kringum hana. Já, mér sérstaklega minnistætt hversu vel var tekið á móti okkur á Nordita. Helle, hún fór með okkur í yfirlitsferð bygginguna svona til að byrja með og síðan fórum með okkur upp á aðra hæð þar sem okkur beið stór og mikil skrifstofa sem við fengum til umráða og vorum þar næstu 3 árin. Það sama átti eiginlega við öll viðskipti okkar ef svo má segja eða samskipti okkar við fólk á Nordita. Þetta var alveg einstaklega svona alúðlegur hópur og vingjarnlegur á allan hátt. Ekki síst náttúrulega þeir menn sem að komu fyrst og fremst að því sem að ég var að gera sem að voru Christopher Pethick og Richard Epstein sem að var aðstoðarprófessor á Nordita á þessum tíma. Við hittumst mjög fljótlega og fórum að ræða rannsóknarverkefni sem var í bígerð en var ekki fullmótað. Hafði reyndar verið rætt sumarið af litlu leyti en ég hafði nú ekki haft tíma til að undirbúa mig mjög vel undir það. Svo að við þurftum eiginlega að byrja frá grunni og verkefnið byggðist eiginlega, það var einhvers konar framhald af rannsóknum sem að Chris var byrjaður á sem að var að kanna eiginleika efnisins í svokölluðu nifteindastjörnum sem að ég held ég hafi nefnt neftrónustjörnur fyrir í viðtalinu vegna þess að þá var orðið nifteind ekki komið inn í málið á íslensku. Hann hafði sem sagt verið að rannsaka innra eðli efnisins í nifteindastjörnum í nokkur ár og var að velta því fyrir sér hversu hratt þær kólna. Vegna þess að það hægt að tengja sem sagt hitastigið á þessum fyrirbærum sem að myndast í sprengistjörnum og eru gífurlega heitar í upphafi og þá er þetta að tengja hitastigið við svona þróunar ástandið á þeim tíma ef að það tekst að mæla það úr gervitunglum. Og það sem að hann hafði aðalega gert var að hann hafði verið að kanna tilvist fiseinda inn í þessum stjörnum og hvernig þær báru orkuna burtu úr iðrum stjarnanna. En fiseindir hafa þá eiginleika að það eru eindir sem að fara í gegnum hvaða efni sem eins og eiginlega smjör og mjög erfitt að mæla þær. En þessar fiseindir sem að valda þessari kælingu, þær verða til á marga mismunandi vegu og menn voru ekki vissir það
hvaða eiginlega ferli var í gangi og kólnunarlíkönnin sýndu því mjög misjafna kólnun eftir því hvernig sem sagt fiseindirnar urðu til. En það var ekki bara flókið að fjalla þessar fiseindir, heldur var allt efni nifteindastjarnanna mjög frábrugðið því sem að menn þekktu hér á jörðinni, eða þekkja hér á jörðinni, og þess vegna ekki hægt að rannsaka eiginleika efnisins við þær aðstæður sem ríkja í nifteindastjörnum hér á jörðu. Þannig að menn þurftu að finna einhverjar aðferðir til þess að fá allavega einhverja vitneskju eðliseiginleikana þarna inn í þessum stjörnum. Það eru gífurlega heitar og gífurlega þéttar og þyngdarsviðið miklu sterkara heldur en þyngdarsviðið hér á jörðinni. Þannig að ef að venjulegur maður kæmist á yfirborð nifteindastjörnu þá myndi hann strax fletjast út og verða himnu utan stjörnuna, svo sterkt þyngdarsviðið. Það sem að Chris stakk upp á var það að kanna hvort ekki væri hægt að finna einhverja leið til þess að tengja hitastigið í iðrum stjarnanna við mælanlegt yfirborðshitastig. Því að það það sem hægt að skoða úr gervitunglum. Og ég fékk eiginlega það verkefni að leysa það vandamál. Þetta var gífurlega flókið og tók rúm 2 ár og síðan tóku við skriftir. Þetta gekk reyndar svo vel að eftir þessi 2 ár þá stakk Chris upp á því við mig að ég ætti að stefna að því að skrifa svokallaða licentiate ritgerð við Kaupmannahafnarháskóla. Það ritgerð sem að samsvarar doktorsritgerð og þessu nafni licentiate, licient eins og það var kallað þá, var skömmu eftir að ég hætti var breytt í PhD eða PhD eins og Danirnir kölluðu það. Það var því úr að ég var þarna 1 ári lengur en tilstóð upphaflega og lauk þessari ritgerð undir leiðsögn Chris og svona opinber eða formlegu leiðbeinandi minn frá Kaupmannahafnarháskóla var Ole nokkur Ulbeck sem að ég hafði kynnst áður á ráðstefnu sem ég sótti held ég 1977. Annar sem að kom mjög við sögu þarna var Richard Epstein sem ég nefndi áðan og við skrifuðum 3 saman nokkra greinar þetta efni eftir að ég var búinn að skila doktorsritgerðinni. En ég fékk miklu meira út úr þessu starfi heldur en vinnuna við þetta eina rannsóknarverkefni. Því að ég kynntist þarna stórum hópi vísindamanna í fremstu röð. Þar skal þá fyrst telja Chris Pethick sem er afburða vísindamaður og eftir þessa vinnu okkar þá var hann, fljótlega eftir við byrjuðum þá var hann einn af mínum bestu vinum og sá vinskapur hefur haldið síðan. En þarna voru menn eins og Ben Mottelson, Jerry Brown, Jim Hamilton, allavega tíma, Bengt Strömgren og fleiri sem að maður læriði alveg heilmikið af. Til viðbótar þá tók ég strax ákvörðun það að nota tímann vel og vegna þess að þessi frábæra stofnun Nordita gaf manni tækifæri til þess að stunda frjálsar rannsóknir. Það
það voru engin höft, maður bara algjörlega frjáls af því sem maður gerði. Þannig að þetta var bara mín eigin ákvörðun á sínum tíma að fara í þetta doktorsverkefni. En sem dæmi það hvernig ég notaði tímann var að ég fór yfirleitt mjög snemma á morgnana niður á stofnun og var komin þar svona klukkutíma til 1,5 tíma áður en stofnunin opnaði og var þá á bókasafninu að lesa og reikna annað efni heldur en það sem ég var að vinna að þarna í þessum megin rannsóknum. Auk þess notaði ég tækifærið í byrjun áður en ég byrjaði á þessu sérstaka verkefni að æfa mig í tölvunotkun sem að ég hafði nú kynnst lítillega á Raunvísindastofnun í sumarvinnu þar og lært þar svokallað Fortran 2 forritunarmál. En það sem að var í tísku í Kaupmannahöfn þegar ég kom þangað nokkrum árum seinna var Fortran 4 sem að var sem sagt þá aðeins fullkomnara forritunarmál og ég lærði þá á örskammri stundu og byrjaði að nota vélakostin sem þeir voru þarna með. Og hvorki Chris né Richard sem að voru mín helstu samstarfsmenn, þeir hvorki sem sagt Chris né Richard notuðu tölvur mikið þannig að ég þurfti eiginlega að gera þetta á eigin spýtur. En þarna voru mjög góðir menn sem að ég gat leita til. Það var bæði kerfistjórinn Björn nokkur Nilsson sem að ég átti mikil og góð samskipti við og hann kenndi mér heilmikið. Og svo maður að nafni Åke Norrlund sem að ég kynntist mjög vel og var frábær tölvusnillingur og hann kom síðan við sögu seinna þegar hann reyndist eða tók að sér að vera leiðbeinandi Örnólfs Rögnvaldssonar sem var fyrrverandi nemandi minn. Þannig að það samband var mjög sterkt. Nú, fyrir utan þetta þá tók ég fullan þátt í starfi Nordita. Ég hélt þarna erindi bæði eigin rannsóknir og svona sýn mína á rannsóknarverkefni annarra sem þeir höfðu birt. Þannig að ég fékk mikla æfingu í að halda fyrirlestra á þessum tíma og það var hvatt til þess. Nú það var líka mikill gestagangur þarna og komu þarna helstu eðlisfræðingar á þessum árum og héldu fyrirlestra og sumir héldu jafnvel stutt námskeið og allt þetta sótti maður sem sagt ásamt öðrum þarna á staðnum. Þessi tími var eiginlega svo yndislegur í mínum huga að ég hef síðan talað þetta sem bestu ár ævi minnar, sérstaklega í vísindastarfi. Ég kynntist mörgum af þessum gestum sem ég nefndi áðan, þó einkanlega stúdentur sem að komu frá skólanum sem að Chris Pethick vann líka við. Hann var í hálfu starfi á Nordita á þessum tíma og hálfu starfi í Bandaríkjunum við háskólann í Illinois sem að ég átti nú eftir að heimsækja síðar. Og þar voru sem sagt komu nokkrir nemendur sem að voru að vinna að svipuðum verkefnum og Chris var að vinna að. Til dæmis get ég nefnt Naoki Iwamoto sem var Japani, mjög snjall og Bandaríkjamaður, nú man ég ekki lengur, Bruce hét hann alveg örugglega, Bruce Goodwin hét hann. Og hann var að vinna í kjarneðlisfræði og hann endaði síðan hjá Livermore rannsóknarstöðinni í Bandaríkjunum sem að tengist aðalega framleiðslu á kjarnorkusprengjum. Þannig að hann lenti svona á slæmum stað að mínu mati, en hann þrifst þar og ég held að hann sé enn að vinna þar, komi náttúrulega á
nálagt eftirlaunaaldri. Iwamoto, hann varð síðan prófessor í Montana, en ég hafði ekki mikil samskipti við hann eftir að við fórum frá Nordita. En svo kynntist ég Japana sem kom í heimsókn þarna og dvaldist þarna en tíma sem hét Kats Sato, og það skapaðist með okkur mikill vinskapur meðan við vorum þarna, við töluðum mikið saman. Og það sem var svo skemmtilegt var það að hann var að vinna í heimsfræði og var með hugmyndir svokallaða óðaþenslu í upphafi alheimsins. Hann sem sagt einn af megin höfundunum af óðaþenslukenningunni sem tók flugið í kringum 1980 og nú viðtekin heimsmynd í dag í heimsfræðinni. Þar sem alheimurinn sem sagt byrjar að þenjast út með ógnarhraða og svo hægir á þenslunni og förum yfir í það ástand sem ríkir, eða ríkti áður en sem sagt ástandið sem ríkir í dag kom til. En Sato lenti í því að það var Bandaríkjamaður, Alan Guth, sem birti heldur ítarlegri niðurstöður á þessum tíma. Og hann eiginlega fékk allan heiðurinn af uppgötvuninni á óðaþenslu. Þannig að það allt og sjaldan sem minnst á Sato í þessu sambandi og ég hef nú alltaf þegar ég hef getað sent mönnum bréf til að minna á það sem hann gerði. Svo kom hann nú í heimsókn hingað til Íslands og hélt hér fyrirlestur stjarneðlisfræði og það var skemmtileg heimsókn. Við fórum í ferðalag og keyrðum á ógnarhraða Suðurnesin, þannig að við fórum með lífið í lúkunum en við komumst öll heil úr þeirri ferð. Og ég hef haft samband við Sato síðan og við höfum hist og við hittumst oftar en einu sinni á ráðstefnum á sínum tíma. Og það voru þarna ýmsir fleiri sem ég átti eftir að hafa samband við. Það til dæmis einn Jan Teuber, danskur, sem féll nú ekki mikið áfram í rannsóknum en ég átti talsvert samband við og við töluðum talsvert mikið saman. Hann fór síðan yfir í það að skrifa bæði kennslubækur og fræðslurit fyrir almenning á dönsku og tókst hann okkur vel og meira að segja var ein bóka hans þýdd á íslensku fyrir nokkrum árum og ég man ekki betur en það hefði verið Vilhelm Sigmundsson, nemandi minn, sem þýddi þá bók. Ef ég sný mér aftur að rannsóknarverkefninu þá var það niðurstaðan og nokkuð þekkt. Þetta var, eins og ég sagði áðan, gífurlega mikil vinna, mikil eðlisfræði sem var í þessu, en okkur tókst að finna ákveðna formúlu sem tengdi saman innri hita nifteindastjarna við yfirborðshitann og þegar vitnað í greinarnar og doktorsritgerðina þá það fyrst og fremst þessi formúla sem menn eru að nota í nifteindastjörnufræðum. Annað sem ég ætti kannski að bæta við, þannig að fara í miklu meiri smáatriði, en það sem var dálítið ánægjulegt á þessum tíma í Kaupmannahöfn að það voru margir Íslendingar við nám í eðlisfræði við Niels Bohr stofnunina sem voru að taka meistaranám eða kant skíent eins og það var nú reyndar kallað. Það voru menn sem áttu eftir að hafa talsvert samband við hérna heima. Þarna var til dæmis Ari Ólafsson eðlisfræðingur við nám sem síðan var kollegi minn við háskólann, tilraunaeðlisfræðingur, Knútur Árnason sem byrjaði í öreindafræði en fór síðan yfir í jarðeðlisfræði og vann á Orkustofnun. Við áttum mikil samskipti.
Svo voru tveir menn, annar í jarðeðlisfræði og hinn, ef ég man rétt, bara í almennri skammtafræði. Brynjólfur Egilsson og Páll Jónsson, þeir eru síðan báðir kennarar á Akureyri og eru það sennilega enn. Já, áður en við ljúkum, áður en ég lýk þessari umræðu dvöl mín á Nordita á mótunarskeiðinu, þá langar mig til að minnast á 2 atriði. Annað var það að áður en ég byrjaði á stóra verkefninu, þá sem sagt var ég að æfa mig í tölvureikningum eins og ég minntist á áður og það sem að ég gerði þar var fyrst og fremst að reikna út stjörnulíkun, það að segja hvernig stjörnunar líta út að innan, líkun af stjörnum aðalega þó nifteindastjörnum með sínu skrýtna innra ástandi. Og þetta tókst ágætlega hjá mér og ég gat borið niðurstöðurnar saman við niðurstöður sem aðrir höfðu birt og þetta passaði allt saman ágætlega, þannig að þetta prógram keyrði mjög vel og ég gat síðan notað það áfram. Nú, ég hafði á þessum fyrstu mánuðum, ég hafði talað talsvert við belga sem að þarna var, Robert Bousler, sem var prófessor við háskólann í Flórida. Hann var gestur á Nordita í nokkra mánuði og þegar ég var komið með þessa líkanreikninga á hreint, að þá fór hann að segja mér frá því að hann hefði verið að velta fyrir sér þróun nifteindastjarna og hvernig innilokun fiseinda við myndun stjarnanna hefði áhrif á stærð þeirra. En það er nefnilega þannig að þó að fiseindir fari í gegnum efni, jafnvel efni af því taginu sem í nifteindastjörnum, fari í gegnum það eins og hnífur í gegnum smjör, að þá eru aðstæðurnar við myndun nifteindastjarna úr stjörnusprengingum þannig að fiseindirnar lokast inni í smá tíma sem að mældur í sekúndum til upp í mínútur eftir aðstæðum. Og Robert var að velta því fyrir sér hvort það væri ekki hægt að reikna út hvernig stærðin breyttist með minnkandi fiseignamagni og til þess að fá einhverja hugmynd um það hvernig stjarnan liti út þegar hún væri að fæðast, sem sagt eftir þyngdarhrun í sprengistjörnum. Og það sem við gerðum var að við settum bara fiseindirnar með handafli inn í þetta reiknilíkan mitt og settum mismikið af fiseindum og bættum við sem sagt ástandið með þeim hætti og drógum síðan smá saman úr sem sagt fiseindamagninu og það kom náttúrulega í ljós að stjarnan sem sagt hún minnkaði smá saman þegar að fiseindunum fækkaði og þetta var held ég fyrsta skipti sem að þetta var reynt. Ég er samt ekki alveg viss um það, ég nefnilega fylgdi þessu efni ekkert eftir það því að ég sneri mér að hinu, en þetta var tilefni greinar sem að okkur tókst að birta 1980 og var fyrsta vísindagreinin mín. Þannig að ég var búinn að birta þarna eina grein áður en stóra verkefnið byrjaði. Svo er annað sem að mig sem sagt langaði til að nefna líka vegna þess að það hafði talsvert mikil áhrif á mig. Ég hef áður talað um áhuga minn á afstæðiskenningunni og ég fekk náttúrulega tækifæri til að beita henni í rannsóknum á nifteindastjörnum vegna þess að afstæðileg hrif eru talsverð þar. En eitt af því sem við fengum að gera þarna, sem að vorum styrk þegar á Nordita á þessum tíma, það var að sækja ráðstefnur. Og í desember, eða fyrsta misseri sem ég var þarna, að þá fórum við
einir 4, ég og Klas Fransson og Chris Pethick og Richard Epstein og svo annar gestur sem var þarna, Don Lamb. Við fórum til München á risastóra ráðstefnu sem einhver stærsta ráðstefna sem ég nokkuð tímann farið á. Það var svokallað Texas Symposium of Relativistic Astrophysics eða Texas ráðstefnan afstæðilega stjarneðlisfræði. Og þar voru náttúrulega allir helstu vísindamenn á þessu sviði og þetta var heil vika eða 10 dagar sem fór í þessa ráðstefnu. En það sem ég man eiginlega best eftir var það að það var á þessari ráðstefnu sem að Taylor tilkynnti það að hann hefði og hans aðstofamenn hefðu fundið merki þyngdargeislun frá nifteindastjörnum. Og það var þessi fræga stjarna PSR 1913+16 og þeir höfðu fylgst með stjörnunni. Þetta var tifstjarna, svo þeir fylgdust með stjörnunni á útvarpssviðinu og hvernig það breyttist örlítið með tíma. Og það kom í ljós að þessi breyting var í fullu samræmi við það að stjarnan væri að senda frá sér þyngdarbylgjur og væri þannig smám saman að missa orku. Og það var ekkert annað líkan til sem að gat útskýrt þetta. Og þetta var 1978 og þetta hafði talsvert mikil áhrif á mig þegar ég sá þarna sjálfur í fyrsta sinn eiginlega í samskiptum við vísindamenn sem voru að vinna á þessu sviði hversu mikilvæg afstæðiskenningin var í þessum rannsóknum. Svo að mér er þetta mjög minnisstætt og til dæmis þegar ég fór að kenna að þá minntist ég alltaf á þetta atriði. Og það má eiginlega segja að þetta hafi verið fyrsta uppgötvunin á þyngdarbylgjum. En þetta var ekki bein mæling, þetta var óbein mæling. Bylgjurnar sjálfar mældust ekki, heldur var það áhrif bylgnanna á útgeislun tifstjarna. Svo er það ekki fyrir löngu seinna, það er að segja á þessari öld, 2015, ef ég man rétt, 16, sem að menn mæla fyrst raunverulega þyngdarbylgjur í LIGO-samstarfinu. En þar sem að ég hef ekkert komið að slíkur rannsóknum þá ætla ég ekki að fara frekar út í það hér. Nú, en þegar að dvöl minni á Nordita lauk að þá fluttist fjölskyldan heim til Íslands. Það var eiginlega fyrirfram ákveðið. Ég hafði nú reyndar fengið gylliboð það að fara í svokallaða nýdoktorsstöður við bandaríska háskóla. Reyndar ekki formlega, heldur bara svona í samtölum. Ef ég hefði sótt að þá hefði ég getað komist til Bandaríkjanna og haldið áfram að vinna þar. Og það var alveg eiginlega fyrirsjáanlegt að ef ég hefði þegið slíkt boð að einhvert slíkt boð þá hefði ég festst þar úti, sennilega í einhverri kennarastöðu fyrir það síðar. Allavega hafði ég þá tilfinningunni á þessum tíma. En ég var ennþá að hugsa það að ég vildi endilega reyna að byggja upp stjarneðlisfræði við Háskóla Íslands. Og það skipti mig það miklu máli að þó að það hefði eitt komið til að þá hefði ég öllum líkindum farið til Íslands hvort þið var. En það voru náttúrulega önnur atriði sem að skipta verulegu máli. Konan mín þá, hún vildi fara heim og hún var kennari að mennt og vildi náttúrulega nýta sína menntun heima og svo
við áttum dóttur sem að var þá orðin 6 ára og ef að hún hefði farið til lands eins og Bandaríkjanna þá hefði hún farið á mis við íslenska skólakerfið og íslenskt uppeldi. Svo að það réði líka talsvert miklu ferðina heim. Þetta var líka tiltölulega auðvelt vegna þess að það beið eftir mig starf við Menntaskólann í Reykjavík. Ég hafði bara verið í leyfi sem kennari. Þannig að þegar haustið, þegar að fjölskyldan var komin heim, að þá bara hóf ég strax kennslu við Menntaskólann og kenndi þar eðlisfræði aðallega og stjörnufræði og notaði þá þessa nýju þekkingu sem að ég hafði öðlast erlendis til þess að endurbæta enn kennsluefnið. Ég var ekki búinn að skila doktorsritgerðinni þegar ég fór heim, þannig að ég þurfti líka samhliða þessu að ganga frá ritgerðinni og senda hana út. Og það vildi svo til að Magnús Magnússon, prófessor, sem ég minnst á áður, að hann var á leið á stjórnarfundi í Nordita, að mig minnir í október, og ég gat sent loka handritið að ritgerðin minni með honum. Svo fór ég út og varði ritgerðina í byrjun nóvember 1981. Til viðbótar þessu þá tók ég að mér að kenna í fyrsta sinn stjörnufræðinámskeiðið við Háskóla Íslands, eðlisfræði SCORE eða eðlisfræði námsbraut eins og hún heitir núna. Þetta námskeið gekk reyndar undir nafninu stjarnfræði og þar hefðu kennara verið fyrst Þórir Sigurðsson í 2 ár og síðan Einar Júlíusson í 1 ár og ég tók við af Einari. Og þetta kostaði það að ég þurfti til viðbótar öllu hinu að setjast niður og skrifa fyrirlestra fyrir heilt námskeið. Og það tókst nú allt saman ágætlega. Einn af nemyndunum í þetta fyrsta sinn sem ég kenndi þetta námskeið hét Gunnlaugur Björnsson, sem að síðan var stjarneðlisfræðingur og sýndi mikinn áhuga á þessari grein, svo ég man sérstaklega vel eftir honum og ég hafði talsvert mikil samskipti við hann þegar hann fór að sækja framhaldsnám og hafði reyndar áður kennt honum í menntaskóla, áður en ég fór til Nordita. Svo að okkar félagsskapur eða kunningsskapur og vinskapur, eða hvað við eigum að kalla það, sem sagt næri eiginlega allt aftur til ársins 1977-8. Síðan var Gunnlaugur einn helsti samstarfsmaður minn við Háskóla Íslands eftir 1991 þegar hann kom til starfa þar og við tveir, eftir að hann var kominn heim, þá unnum við saman að því að halda áfram að byggja upp stjarneðlisfræðina við háskólann. Á þessu ári, eða þessu hausti 1981, þá sótti ég líka sérfræðingstöðu á Raunvísindastofnun við eðlisfræði stofu, þar sem að Þorbjörn Sigurgeirsson réði ríkjum og þar voru fleiri góði menn. Og ég fékk stöðu frá og með haustinu 1982 og gerðist þá sérfræðingur á eðlisfræðistofu og gat þar af leiðandi helgað mig stjarneðlisfræði því að þetta fyrsta misseri sem ég var heima eftir komuna frá Kaupmannahöfn, þá gat ég ekki sinnt neinum rannsóknum, gerði ekkert annað en að kenna og skrifa og þetta
kannski allt í lagi að nefna það að þetta líklega erfiðasta misseri sem ég átt í starfi frá upphafi, það var svo mikið álagið. En ég byrjaði sem sagt á Raunvísindastofnun, lenti strax á skrifstofu með manni sem átti eftir að verða góður vinur minn, Þorsteinn Ingi Sigfússon, sem var þéttefnisfræðingur og hætti síðan á Raunvísindastofnun og gerðist forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, sem ég held að sé nú reynda búin að leggja niður, enda Þorsteinn látinn fyrir aldur fram. En á Raunvísindastofnun starfaði ég í 8 ár og stundaði þar ýmsar rannsóknir. Síðan á þessum tíma, getum við sagt, að þá byrja ég fyrir alvöru, eftir að ég kem þarna sem sagt á Raunvísindastofnun, þá byrja ég fyrir alvöru að leggja drög á uppbyggingu stjarneðlisfræðinnar við háskólann og legg í mikla vinnu við það að kenna og kynna stjarneðlisfræðina bæði í háskólasamfélaginu og eins eiginlega bara út allan bæ. Ég hélt fyrirlestra í skólum og hjá alls konar félögum, Rótarýklúbbum og fór út á land til þess að halda erindi og eitthvað hlýtur nú að hafa komið út úr þessu því að þetta þróast nú allt á jákvæðan hátt. En út í samfélaginu þá fékk ég ákaflega svona vingjarnlegar og góðar viðtökur. En það var aðeins þyngra hljóðið í háskólanum því að þar voru náttúrulega margir hituna og hver eiginlega óta sínum tóta og takmarkað fjármagn og mikil samkeppni og ég upplifði það þannig að mörgum þarna litist ekkert allt og vel á að vera að fá nýja grein inn í skólann og svona reyndu helst að komast hjá því að styðja hana. En ég var nú svo heppinn að ég öðlaðist þarna ákveðinn grunn við háskólann. Það voru þarna menn sem urðu vinir mínir og studdu þetta heils hugar og það dálítið merkilegt að þeir flestir, þó ekki allir, þeir voru menntaðir í Kaupmannahöfn og þá á ég sérstaklega við menn eins og Þorsteinn Vilhjálmsson og Örn Helgason og svo þann sem var menntaður í Cambridge, sem var Magnús Magnússon, sem ég hef talað oft áður og sem sagt studdi bæði mig og aðra mjög vel í sambandi við öll samskipti við Nordita á fyrstu árunum. En þegar að það fór að dragast á langinn að það tækist að koma þessari grein svona í einhverja fasta aðstöðu. Ég hafði lagt talsvert mikla áherslu á það að byggja upp námskeiði. Ég bætti við til dæmis almennu námskeiði fyrir aðra en eðlisfræðinema. Þetta námskeið sem að ég byrjaði á að kenna stjarnfræðin sem var breytt síðan í stjarneðlisfræði, að það var eingöngu fyrir eðlisfræðinema og þá sem höfðu næga stærðfræðilega undirstöðu. En mér fannst vanta námskeið sem að myndi hæfa öðrum, allt frá jarðfræðingum yfir í guðfræðinga, svo að ég barðist fyrir því og mér tókst að fá í gegn að stofna þetta nýtt námskeið sem var kallað almenn stjarnvísindi, sem var ákaflega vinsælt svona allavega meðan ég kenndi það og eitthvað fram eftir. Og það voru nú aðalega líffræðingar og jarðfræðingar, kannski fyrst og fremst jarðfræðingar og það voru einhverjir félagsfræðingar sem mættu þarna en mér til svona mikils, hvað ég var að segja, eða kom mér ansi mikið á óvart, það var engin guðfræðingur sem að mætti. Líklega hef ég ekki auglýst þetta nógu vel þar. Svo það fór alveg helja mikil tími í þetta
En eins og ég sagði áðan að það bólaði nú ekkert á því að það væri hægt að koma þessari starfsemi á fast. Ég var náttúrulega líka í rannsóknum, ég kem að því síðar, ég ætla aðeins að tala þetta atriði hér. En svona með árunum að þá tókst samt sem áður að ná samstöðu það að setja kennarastöðu í stjörnueðlisfræði á óskalista eðlisfræðinganna við háskólann. Og helstu hvatamennirnir þar að því voru þeir Örn Helgason og að ég held Þorsteinn Vilhjálmsson, og það voru líka ágætismenn sem studdu þetta eins og Sigfús Jónsson, jarðeðlisfræðingur og jöklafræðingur, góðu vinur minn líka, sem studdu þetta, og það var líka stuðningur frá öðrum deildum, sérstaklega jarðfræðimegin, og að því kom að þetta var sett á óskalista. Og það sem að síðan hjálpaði til var að ég taldi að þyrfti að hnykkja svolítið á þessari baráttu, þannig að ég barðist fyrir því að það yrði stofnað svokallað stjarnvísindafélag sem að á aðalfundi var síðan ákveðið að kalla Stjarnvísindafélag Íslands, og þetta var hugsað sem fagfélag frá upphafi, og stofnfélagar voru reyndar aðeins 6, það voru þeir sem höfðu lokið einhverju námi í stjörnueðlisfræði. Og þannig að þetta var mjög lítið félag. Nú eini maðurinn í þessu félagi sem ekki hafði lokið námi í stjörnueðlisfræði en var byrjað að skrifa svolítið sögu stjörnufræðinnar var Þorsteinn Vilhjálmsson. Nú Gunnlaugur Björnsson var náttúrulega einn af stofnfélögum, en hann var ekki kominn heim þá, þetta 1988, þannig að hann var svona stofnfélagi in absentia. Svo var náttúrulega Þorsteinn Sæmundsson og Einar Júlíusson og Þóri Sigurðsson, og ég var nú ekki með fleiri nöfn á hraðbergi. En þetta félag, ég tók að mér að vera formaður í þessu félagi, og eiginlega notaði félagið svolítið til þess að senda bréf með bréfshaus. Það er ákaflega mikilvægt í svona baráttu að það sé einhver stofnun á bakvið baráttuna, og það eitt að vera með bréfsefni, það sem sem sagt haus með einhverju sem sagt svona nafni sem er skráð í opinbera félagaskrá, að það breytir bara talsvert miklu, sko. Þetta var náttúrulega örlítið félag og hafði svo sem enga burði til þess að vera með nein læti, en við gerðum það nú samt, og þetta endaði með því, með mikilli hjálp frá félaginu, að það tókst að fá þetta í gegn á Alþingi að þessi kennarastaða yrði stofnuð, og 1990 þá var sett inn á fjárlög dósentstaða í stjörnueðlisfræði, og þegar hún var auglýst á sóttíðum og ég var ráðinn og hóf störf sem dósent 1991 og var þarna dósent í nokkur ár og fékk síðan framgang eins og tíðkaðist þarna í prófessor sem að ég eiginlega sinnti í 25 ár eða svo áður ég fór á eftirlaun. Og þó að ég væri nú farin að starfa hér heima á Íslandi, fyrst sem sérfræðingur frá 1982 og síðan sem kennari, að þá er langt í frá að sambandinu við Nordita hafi lokið. Því að það má eiginlega segja að næstu áratugina þá var ég eins og grár köttur á Nordita. Ég fór þangað reglulega að sumarlagi til rannsóknarstarfa og síðar
þá sinnti ég ýmsum stjórnunarstörfum fyrir Nordita, var í nefndum og til dæmis formaður fyrir stjarneðlisfræði nefnd Nordita sem hafði það svona aðalverkefni að velja sem sagt nýja styrkþega og nýja starfsmenn, allan að hluta og svona eiginlega hafa yfirsýn yfir rannsóknirnar í stjarneðlisfræði á stofnuninni. Nú síðan lenti ég nú í stjórn Nordita, það gerðist þannig að það var gerð reglugerðarbreyting varðandi Nordita og gerð heljarmikil úttekt á stofnuninni og það var fyrirkomulag var breytt og það vildi þannig til að þetta gerðist einmitt þegar að Magnús Magnússon sem hafði verið í stjórn Nordita árum saman að hann lét af störfum og í stjórnina, fyrstu stjórnina eftir þessar breytingar fóru ég og Jakob Ingvarsson, prófessor við Háskóla Íslands. Nú, ég var nú ekkert mjög lengi í stjórninni því að ég hef ákaflega lítinn áhuga á stjórnunarstörfum, allavega í svona báknum og ég verð að viðurkenna það að ég hef reynt eftir megni að koma mér hjá allri stjórnun til þess að geta helgað með öðru. Ég þurfti þó reyndar að taka að mér að stýra eðlisfræðiskor eftir að ég var þar kennari í 2 ár og það var heljarmikil reynsla. Aðalreynslan var sú að ég uppgötvaði að því ég þurfti að hafa áhyggjur af fjármálum, að ég uppgötvaði að fjármál háskólans almennt voru í einhverju mjög einkennilegu ástandi og það var ekki eiginlega nokkur leið fyrir okkur sem vorum að stjórna þeim málum og hafa eftirlit með fjárhag einstakra eininga eins og til dæmis eðlisfræði skorar að eiginlega fá einhverjar upplýsingar um hver fjárhagsstaðan væri. Nema hvað að við fengum reglulega upplýsingar um það að hún væri yfirleitt slæm. Og þetta átti við flestar skorir, sérstaklega þær sem að sinntu tilraunum vegna þess að tilraunakennsla er svo dýr. Þangað til seinna árið sem að ég var skoraformaður að þá fara að berast þær fréttir að fjárhagurinn hjá eðlisfræði skor sé bara nokkuð góður. Ég fór eiginlega að skoða þetta aðeins betur og þá kemur bara í ljós að í því bókaldi sem ég fékk í hendur að við stóðum bara best allra skora við raunsadeild. Og ég náttúrulega klappaði sjálfur mér á bakið og taldi þetta hlýt að vera mín snillig ávæg væri nú loksins fundin og það væri í fjármálum. En svo fékk ég nú heldur betur skell rétt áður en ég hætti og næsti tók við. Það hafði nefnilega gerst að það hafði verið ráðinn nýr prófessor við eðlisfræði skor en launin hans höfðu óvart verið færð á jarðfræðinga af því að hann var jarðeðlisfræðingur. Það var þegar að Páll Einarsson var sem sagt ráðinn. Þannig að það voru sem sagt það sem að eðlisfræði skor skuldaði en kom ekki fram fyrir þarna alveg í lokin, það voru laun fyrir Pál í marga mánuði. Og þegar að það uppgötaðist og bókhaldið var lagfært þá kom nú í ljós að þessi draumur minn fjármálasnild var vanhugsaður því að það kom í ljós að við stóðum okkur einna verst allra skora vegna þess að Páll var náttúrulega dýr starfsmaður. Og síðan hef ég náttúrulega verið í alls konar nefndum, dómnefndum og öðru slíku, úttektarnefndum og öðru slíku. Svo ég snúi mér nú að rannsóknunum sem að ég reyndi að stunda eftir bestu getu að þá
fór ég til Kaupmannahafnar. Það hefur verið svona, ég held að það hafi verið 84 og tók aftur upp rannsóknarþráðinn með Chris Pethick og sagði hann frá því að ég hefði áhuga á því að kanna hvað áhrif segulsvið hefði á þróun nifteindastjarna og hvað áhrif það hefði á niðurstöðurnar sem að ég hafði áður fengið þarna í doktorsverkefninu sem að var fyrir ósegulmagnaðar stjörnur. Nú Chris tók mjög vel í þetta og það byrjaði þarna helja mikið rannsóknarverkefni sem að fólst í því að nota ákveðna nálgunaraðferð sem að kennd við fræga eðlisfræðinga, Thomas og Fermi. Það ákveðin aðferð til þess að reyna að ákvarða efnis eiginleika við alls konar aðstæður. Og þarna þarf að taka inn skömmtun segulsviðsins, svokölluð Landau orkustig, og það fór heilmikið tími í það að læra á það og hvernig ætti að beita því í þessum reikningum. Og við byrjuðum á þessu þarna svona í kringum 84 að leggja drögin að þessu og þetta varð síðan til þess að ég fór til háskólans í Illinois þar sem að Chris var í hálfri stöðu árið 1985 og var þar á vormisserinu, kom svo heim aftur í byrjun sumars og svo fór ég aftur 1986 í sömu erindum og var þar í 3-4 mánuði. Og þar var grunnurinn lagður af fræðilegri umfjöllun þetta efni. Nú, það var mjög gaman að koma til Illinois, þarna voru menn sem að ég átti eftir að hafa talsvert samband við, til dæmis sá samstarfsmaður sem að Chris Pethick hefur mest unnið með, að Gordon Behm, frægur bandarískur eðlisfræðingur, og þarna kynntist ég enn betur Fred nokkran Lamb sem var bróðir Don Lamb sem að ég hef minnst á áður, sem að var líka í nifteindastjörnufræðum. Og þarna var svona álíka mikið fjör og á Nordita, stöðugur gestagangur og fyrirlestrar meir og minna og menn voru allir í rannsóknum. En það var svolítið öðruvísi andi heldur en í Kaupmannahöfn almennt og sem sagt á Nordita. Það var ekki þessi frjálsi andi sem fann svífa yfir vötnunum í Kaupmannahöfn, þar sem að menn eiginlega nutu þess að sinna rannsóknunum. Þarna út í Bandaríkjunum var alveg gífurleg samkeppni og það var samskipti milli manna, til dæmis þarna á eðlisfræðideildinni var eiginlega líkari því sem að gerðist í litlum meiningum heima á Íslandi heldur en á Nordita. Þetta var sem sagt svona dæmigert bandarískt háskólasamfélag og ég hafði nú reynda kynnst í áður í Princeton og síðan í Milwaukee þar sem ég var í meistaranámi. Og svo mynd sem að ég fékk að þessum akademíska veruleika í bandarískum háskólum var að háskólarnir væru eins og vinjar í eyðimörkinni. Þar sem að þetta væri svona eins og klaustur miðalda. Þar sem að færi fram andleg starfsemi en samt væru menn undir svolítið hörðum aga eins og í klaustrunum í gamla daga vegna samkeppninnar og stöðugs eftirlits. En svo upplifði ég Bandaríkin bæði þá og áður þannig að utan þessara vinja, þar sem að var svona hið bandaríska samkeppnis
samfélag með bílasölum og sjoppum og búðum og öðru slíku að það, já, þar væri bara eiginlega eins konar barbari. Því að það á stöðum eins og þarna við Háskólann í Illinois í tveimur smábæjum sem hafa vaxið saman, þetta Urbana og Champaign, svo háskólinn kallaði University of Illinois at Urbana-Champaign, að það eiginlega ekkert fyrir utan háskólana nema búðir og bílasölur og kaffihús og veitingahús og McDonald's og Burger King og annað slíkt sko. Það var ekki varið að væri nein listastarfsemi eða neitt annað í gangi sko. Það virðist í Bandaríkjunum fyrst og fremst vera bundið við stórborgirnar eins og New York og Chicago og San Francisco og kannski Los Angeles og svona þessar stóru borgir. Svo að ég sá ekkert eftir því í raun og veru eftir þessi ferðalög til Illinois að ég hafði ekki sem sagt valið þá leið á sínum tíma. En rannsóknar gengu svona sæmilega og síðan héldum við þeim áfram, bæði hvor í sínu lagi, ég og Chris, og það gerðist nú ákveðlega lítið nema þegar ég fór og heimsótti Nordita sem að var oft og ég notaði sem sagt stjórnunarstörfin mjög vel þannig að ég notaði eiginlega sko fundarseturnar og fundarferðalögin sem sko dilli ástæði fyrir að komast í rannsóknarumhverfi og vinna með Chris. Það var alltaf aðalatrið í öllum þessum ferðum, ekki að fara á fundina. Þessum að maður bara sat á og reyndi svona að leggja eitthvað til máluna sem var nú misjafnlega mikið. Nú, svo gerist það að áður en við ljúkum þessu fyrsta áfanga sem sagt efni mjög sterku segulsviði við mikinn þéttleika eins og ríkir í nifteindastjörnum að þá ræður Illinois háskóli ungan Japana sem hét Ikko Fushiki sem nýdoktor og hann hafði verið að rannsaka notkun kjarneðlisfræðinnar í stjarneðlisfræði og eitt sumari, ég man ekki nákvæmlega hvenær það var, það ekki verið, það var einhvern tímann fyrir 90, að þá tekur Chris hann með sér til Nordita og við erum saman þarna þrír að vinna í þessum verkefnum heilt sumar. Og það var mjög gaman að vinna með Ikko. Hann var sko að japanska skólanum, þar hafði þeim verið kennt að reikna allt milli himins og jarðar, þannig að hann var gífurlega duglegur í flóknum reikningum. Þannig að hann eiginlega sá þann hluta en ég sá að svona skrifa greinina að mestu leyti þó ekki öllu og Chris var svona einhvers konar, ja, hann kom alltaf inn í þegar að mikið lá við sko. Og við Ikko komum okkur upp dálítið skemmtilegu vinnulagi. Ég var sko alltaf sprækastur á morgnana og fram eftir degi en Ikko var næturmaður og vann á nóttinni. Og ég veit ekki hvort það var vegna tímamunurins eða hvað það var sem gerði það að verkum. En þetta samstarf sem það þróaðist yfir í það að vera samstarf allan sólarhringinn. Það er að segja að þegar að það leið á samstarfið þá fór það þannig fram að Ikko sko að ég vann mína vinnu við skriftir og svona setja upp verkefnið og athuga hvaða eðlisfræði þyrfti að skoða og svo skrifaði ég stutt bréf til Ikkos og fór svo heim.
Svo kom Mikko í sína næturvinnu, reiknaði það sem hann var beðinn og eitthvað annað sem honum hafði dottið í hug. Og svo þegar ég kom næsta dag, þá beið bara eftir mér bunki af útreiknuðu efni á skrifborðinu mínu sem að ég gat tekið og lesið og farið í gegnum og tekið niðurstöðurnar og skrifaði inn í þessa grein. Og okkur tókst að koma saman grein, okkur þremur, sem að kom út rétt 90, sem átti eftir að hafa talsverð áhrif, talsverð mikið vitnað í hana. Þetta þróaði síðan áfram vegna þess að þær nifteindastjörnur sem við vorum að fást við voru ákaflega þéttar í sér og segulsviðið var mjög hátt. Þannig að það sem okkur langaði til að gera var að sjá hvað gerðist ef að segulsviðið minnkaði. Það var nefnilega bæði mælingar á útvarpstifi og mælingar á röntgenútgeislun frá nifteindastjörnum í þéttstæðum tvístirnum og eins kennilegar athuganir bentu til þess að segulsvið nifteindastjörna hjaðnaði með tímanum. Þannig að það þurfti að við ákváðum að skoða aðeins nánar hvað gerðist ef að segulsviðið færi lækkandi og væri ekki jafn hátt og í venjulegu nifteindastjörnum. Þá lentum við í smá vandræðum þegar við fórum að kanna litteratúrinn, eins og við köllum það er að segja hvað hefði verið skrifað um þetta efni áður, að þá kom í ljós að það voru til ýmsar aðferðir til þess að kanna þessa aðferðafræði sem við beittum, sem kenndir við Thomas og Fermi. Að það voru til sem sagt merkar greinar sem að fjölluðu sem sagt teoretískt eðli þessara nálgunar og hvað hún í raun og veru sem sagt þýddi. En þegar við fórum að skoða helstu greinarnar þetta, þá kemur í ljós að þær voru óskiljanlegar. Vegna þess að sá sem skrifaði þær greinar, frægur bandarískur eðlisfræðingur Elliot Leib, sem var prófessor í Princeton, að hann var stærðfræðilegur eðlisfræðingur og skrifaði svo stærðfræðilegan texta að það var eiginlega ekki hægt að botna neitt í því sem hann var að segja frá. Það var bara þessi eðlisfræði sem Kristján og ykkur höfum verið að vinna í nokkur ár. Svo við klóruðum okkur í hausnum og eini stærðfræðilegi eðlisfræðingurinn sem var einhver smegnugur sem við þekktum, það var Jakob Ingvarsson, sem var samkennari minn sem sagt við háskólann og í eðlisfræðiskóla. Og þannig að ég náttúrulega þekkti Jakob vel og unnið lengi saman við kennsluna, en ég geng þá bara einfaldlega á fund Jakobs og spyr hann hvort að hann geti ekki þýtt þessa grein eftir Elliot Leib. Því að ég vissi líka að Jakob þekkti Elliot. Elliot hafði komið til Íslands og haldið einhvern óskiljanlegan fyrirlestur á vegum Jakobs á sínum tíma. Og það er ekkert annað en það að Jakob bara bregst ákaflega jákvæður við og það enda bara með því að hann kemur inn í þetta samstarf. Og hann bara ekki aðeins þýðir sem sagt grein Elliot Leibs á mælt mál, heldur sem sagt tók hann aðferðafræðina frá þessari grein Leibs og sneri yfir á segulmagnað efni Það er að segja fyrir Thomas Fermi kenninguna við sterkt segulsvið og birti grein þetta. Og síðan unnum við saman í nokkur ár og birtum nokkra greinar þetta efni, þar sem að þessu var aðalega, grunnhugmyndin var að beita þessu nifteindastjörnum en vegna þess hvað Jakob var formlegur og hann stærðfræðilegur eðlisfræðingur, að þá var þetta svona aðeins almennara heldur en við höfðum til dæmis tekið fyrir í fyrstu greininni. En þessar greinar
held ég að hafi verið ágætar og þetta var til þess að í raun og veru að Jakob breytti svolítið áherslur. Hann hafi verið mikið að sinna það sem kallað axiomatísk skammtasviðsfræði en nú snéri hann sér frekar að stærðfræðilegum rannsóknum á efni sterku segursviði. Þá voru við Chris eiginlega komnir út úr þessu og höfðum ekki áhuga á að gera meira. Og Jakob hélt þessu áfram og núna í samstarfi við Elliot Leap áðurnefndan og þeir hófu sem sagt helja mikið samband og unnu ekki bara þessu verkefni heldur öðru. Jakob svo hátt metinn á alþjóðavettvangi að honum bauð síðan staða í Vínarborg, var prófessor þar og núna kominn á eftirlaun. Svo hann hvarf til Vínar eftir að fór frá Háskóla Íslands, svona með merkari eðlisfræðingum okkar kynslóðar. Nú, það annað sem ég ætti að nefna í þessu sambandi að mér tókst að draga inn 2 íslenska stúdenta, sérstaklega Örnólf Rögnvaldsson, sem að við höfðum mikið samband við og síðan Aðalbjörn Þórólfsson sem að hjálpa okkur við númeriska útreikninga í þessum rannsóknum. En þeir voru þá BS-nemar og fóru seinna í doktorsnám erlendis. Örnólf til Kaupmannahafnar og vann þar sína doktorsritgerð með Åke Norlund. En við Össi höfðum mikið samband lengi vel í sambandi við svona rannsóknir af þessu tagi. Nú, meðan að Össi var enn við nám, þá plataði ég líka til þess að hjálpa mér við að vinna að smá verkefni svona klassíska eða sígilda heimsfræði sem að tengdist í aðalega hvernig hægt að tengja heimsfræði, afstæðileg heimsfræði líkön sem byggja á almennu afstæðiskenningunni við athuganir og við skrifum eina grein sem að fékk spyrt slíkt efni og þá var hann ennþá í BS-námi. Nú, ég kannski nefni það líka að síðan fékk ég Gunnlaug Björnsson til þess að vinna með mér að öðru verkefni í heimsfræði, svona með sama hugafari, það að segja að tengja heimsfræði líkön við athuganir, svona á stærðfræðilegan hátt og það í kringum 2000 sem að Gunnlaug kemur inn í það og það samstarf skilaði einni ritrindi grein og svo nokkrum greinum á íslensku. Svona undir lok verkefnisins efni í gríðarlega sterku segursviði þá gerist stór atburður í sögu stjarnvísinda á Íslandi. Nefnilega Íslendingar gerðust aðilar að norrænu samstarfi sjónauka á Kanaríeyjum sem að við köllum á íslensku norræna sjónaukan, á ensku talaði Nordic Optical Telescope og venjulega skammstafað bara NOT, NOT. Þetta var eiginlega afsprengi baráttu stjarnvísindafélagsins sem að hafði staðið í 7 ár að fá það í gegn að Ísland gæti gerst aðili að þessu samstarfi. Og við í stjarnvísindafélaginu lítum svo á að það væri nauðsynlegt að fyrir framtíð stjarnvísindanna hér heima að Íslendingar fengju aðgang að stjörnusjónauka því að við höfðum hann ekki fyrir. Við Gunnlaugur vorum þeir einu sem að sinntu stjarneðlisfræði rannsóknum við háskólann fram að þeim tíma. En við vorum kennilegir stjarneðlisfræðingar. Það að segja að við vorum í teóríunni og komum ekki nálægt mælingum. Þó að við
náttúrulega höfðum til mælinga í okkar greinum bara til þess að sjá hvort að kenningarnar okkar og niðurstöðu pössuðu við það sem var vitað ákveðin fyrirbæri. Nú, þessi aðild kallaði á meiri háttar breytingu í starfinu heima. Því að þetta var lítið samfélag og við Gunnlaugur þurftum að bregðast við því og hugmyndin var að reyna að virkja íslenska nemendur til þess að hefja nám á þessu sviði og meðal annars nota sjónaukann til þess að lokka þá að náminu vegna þess að til þess að nám í stjarnvísindum teljist fullkomið þá þarf bæði að vera kennilegur hluti og svona mælingar og úrvinnsla úr mælingum. Það vildi svo heppilega til að ég var á þessum tíma gistiprófessor við Nordita. Mér hafði verið boðið að vera þar tíma og ég eyddi sem sagt heilu skólaári þarna úti og mér gafst í tækifæri til þess að undirbúa sem sagt rannsóknirnar með þessum sjónauka. Og það eitt af því sem að þurfti að gera var að finna eitthvað verkefni og ég hafði áhuga á því að tengja fyrsta verkefnið við eitthvað úr afstæðiskenningunni og þá var þarna ungur maður sem að síðar varð fremsti stjarnvísindamaður Dana, Jens nokkur Hjort, sem að var styrkþegi á Nordita þegar ég var þarna sem gistiprófessor. Hann var sem sagt í stöðu svipari þeirri sem að ég hafði verið í þegar ég kom fyrst að Nordita. Og ég vissi að hann hafði sem sagt verið að sinna rannsóknum á þyngdarlinsum sem sagt eru fyrirbæri sem að beygja ljósgeisla. Það er reyndar öll fyrirbæri gera það ef í þeim er einhver orka eða massi. En hann var nú aðalega að hugsa vetrarbrautarhópa og hafði verið að skoða ljóssveigju í þyngdarsviði sem er það sem við köllum þyngdarlinsueffekt. Og ég taldi að ég hefði næga þekkingu á almennu afstæðiskenningunni til þess að geta komið að fræðilega hlutanum eða kennilega hlutanum og ég bara fór til Jens og ræddi þau mál við hann og bað hann að hjálpa okkur, að koma okkur á stað. Og mér til talsverðar undrunar þá tók hann því bara fegins hendi. Svo að ég stakk upp á því að við reyndum að finna eitthvað verkefni með þyngdarlinsur og hann fann síðan ákveðið viðfangsefni sem að væri ástæða til þess að skoða nánar. Og svo kenndi hann mér að sækja tíma á norræna sjónaukanum. Því að það þarf að sækja tíma þar í samkeppni og það er sérstaklega nefnd sem að fer yfir umsóknirnar og velur þær sem eru hæfar. Og hann sem sagt sýndi mér hvernig á að sækja og skrifaði nú mest af textanum sjálfum og var þarlegandi kominn í samstarfshóp. Og eiginlega við þessa breytingu að þá sem sagt eiginlega hverf ég að verulegu leyti frá nifteindastjörnurannsóknunum og fer eiginlega helga mig að þessu. Og það var annað verkefni sem að Jens nefndi í okkar samtölum og það var það að svokallaðir gammablossar væri að verða alveg gífurlega heitt efni í stjarnvísindum. Þá var þetta leyti þá fannst, ef ég man rétt, fyrsta rauðvikið á glæðum frá gammablossum sem að gera það verkum að það var hægt að meta fjarlægðina til þeirra og þar með
sem sagt að fara að bera sem sagt kenningar þessi fyrirbæri sama við athuganir og eins var spurningu það að nota það í heimsfræðinni. Og Jens sagði mér að hann mundi snúa sér að þessu heita efni því að hann bara sagði það beint út að hann væri að eltast við það sem væri heitast í stjarnvísindunum hverju sinni. Það er svona þessi andi sem ríkir í bandarísku rannsóknarsamfélagi og víðar að vera á frontinum. Þannig að við ræddum pínlítið þetta og þarna var danskur náungi, annar sem var lausráðinn þarna við Kaupmannahafnarháskóla sem hafði nú verið að stúdera þessa gammablossa lengi vel, Holger nokkur Pedersen. Og hann var nú svona einhvers konar grand old man í þessum fræðum. Þannig að ég hafði nú talsvert samband við hann líka og ég sem sagt ámálgaði við á að hvort það væri ekki möguleiki að íslenskir stjarnvísindamenn sko kæmu inn í rannsóknir gammablossa í samvinnu við Danina. Og það varð úr og það var Gunnlaugur Björnsson sem tók að sér að sjá þennan nýja og spennandi þátt. En við byrjuðum á þessu þyngdarlinsuverkefni og ég virkjaði sem sagt þrjá íslenska stúdenta í sambandi við það. Það var Örnólfur Rögnvaldsson sem var þá í Kaupmannahöfn og svo Vilhelm nokkur Sigmundsson sem ég leiðbeindi síðan í meistaranámi og síðan Páll Jakobsson sem núna er prófessor í stjarneðlisfræði við Háskóla Íslands. Þannig að ég virkjaði þá í sem sagt vinnu undirbúningsvinnu að þyngdarlinsu rannsóknum með norræna sjónaukanum. Og það voru aðalega Örnólfur og Vilhelm sem komu að því til að byrja með. Páll var aðeins yngri og kemur inn aðeins seinna. Og þetta fór ágætlega á stað og gekk bara ágætlega. En það er eitt sem gerist líka svona í mínu prívatlífi, það er það að sama árganum, það er að segja 1997, að þá verði ég 50. Og ég sé fram á það að ég sé komin á þann aldur að ég eigi eiginlega að fyrst og fremst að beina kröftum mínum að því að styðja við bakið á yngri vísindamönnum. Þá var Gunnlaugur búinn að vera heima í nokkur ár og það voru þarna nokkrir stúdentar sem fengu mikinn áhuga út af norrænu sjónaukunum og við höfum nefnt þrjá þeirra nú þegar. Og þannig að í staðinn fyrir að vera á stöðugu ferðalagi á milli Nordíta og Reykjavíkur að þá dró ég smám saman úr því en ég tók hins vegar að mér stjórnunarstörf fyrir norræna sjónaukan. Ég frábað mér reyndar því að fara í stjórnina, bara það eru störf sem ég hef ekki áhuga á, þannig að Gunnlaugur Björnsson og Þorsteinn Sæmundsson tóku það að sér, en ég tók að mér að vera fulltrúi Íslands svokallari vísindanefnd sem að sá og fjallaði sem sagt tækin og tækjasmíði í sambandi við sjónaukan. Og ég var nú eiginlega mest í því og eiginlega að styðja við bakið á yngri mönnunum. Og þannig sem sagt reyndi ég eftir bestu getu að styðja við bakið á Gunnlaugi þegar hann sem sagt skipti líka eiginlega fasa og fór að stúdera gammablossa og mæla þá. Og hans helsti samstarfsmaður var síðan sem sagt Páll. En leiðandi í gammablossa verkefninu var framan af Jens Hjort í Kaupmannahöfn.
En það tók smá saman að vinna upp sem sagt Gamla-Blossaverkefnið og það enn í fullum gangi vegna þess að Páll Jakobsson kom síðan heim og varð prófessor og hann hélt þessu áfram og ég reyndi eftir bestu getu að stríða við bakið á honum eins og Gunnlaugi, bæði eins og ég hafði reynda gert meðan hann var stúdent. Nú, og það birtust nokkrar greinar sem að tengdust til að byrja með aðallega doktorsnámi Guðlaugs Jóhannessonar sem að við Gunnlaugur liðbeindum og hann lauk doktorsprófi 2006 og það var á fræðilega sviðinu sem sagt hans vinna lá. Og hann hefur síðan á miklum árangri í sínum rannsóknum í stjarneðlisfræði eins og Páll hefur enda gert líka. Nú, það voru ýmsir aðrir samstarfsmenn sem að komu að þyngdarleinsu rannsóknunum. Ég ætla nú ekki að nefna þá alla en það er kannski fyrst og fremst Elko Kampen sem er hollendingur og 2 Skotar, Andy Taylor og Simon Dye. Og þar öðluðust við, í tengslum við þá öðluðust við mikla þekkingu í kjölfæri reynslu. En þetta verkefni eiginlega dofnaði smám saman. Það var ekki aðstaða fyrir Vilhelm og þá Íslendinga sem höfðu kannski áhuga á að fylgja þessu eftir við háskólann. Og þannig að það smá saman svona eiginlega dó hægt og rólega vegna þess líka að aðaláherslan var á Gamla-Blossa eftir þetta sko. Nú á þessu tímabili þá hélt ég áfram svona þessum stuðningi við yngra fólkið sem að ég talaði áðan. Mér tókst að útskrifa nokkra meistaranema. Það var fyrstur Óskar nokkur Hólm Halldórsson sem að skrifaði meistararitgerð segulmagnaðar nifteindastjörnur og fór í gegnum reikninga þeim tengdum sem að byggðu á rannsóknum okkar Chris og Vikkós og Jakobs frá fyrir tíma og hann skrifaði sína meistararitgerð og það stóð nú til að hann skrifaði grein upp úr þessu með minni aðstoð en það var nú ekkert úr því. Nú síðan tók Vilhelm Sigmundsson meistaranám sem að tengdist þessu þyngdarleinsuverkefni og svona viðfangsefnum sem að spunnust út frá því þróun vetrarbrautahópa. Síðan útskrifaði ég sem meistara Níels nokkur Karlsson sem var kennari á Akureyri og hann skoðaði svona tölfræðilega hlið á Gamla-Blossaverkefnum og svo loksins Kjartan Martinsson sem var síðasti meistaranemi sem að ég útskrifaði sem að fjallaði verkefni tengt linsum aðallega. Á þessum tíma þá fer áhugi á vísindasögu að heltaka mig. Ég baði nú þá sem að ég var að vinna með að reyna að forða mér frá því að sökkva alveg í vísindasöguna. Gerði mér sérstakt erindi til Gunnlaugs og baði hann að passa upp á að ég gerði nú eitthvað annað heldur en að vera grúska. Hann lofaði öllu fögru en svo held ég að hann fljótlega gleymt. Ég sá var ekki með neitt ráðið. En svona smán saman það leyti sem að ég fer á eftirlaun að þá hún eiginlega búin að taka yfir. Þannig að
eins og gerist með menn þegar þeir eldast og eru að komast á eftirlaun að þeir eru aðallega í svona kynningastörfum og að styðja við bakið á hérna stúdentum og samstarfsmönnum. En ég held að það hafi gengið farsællega og ég hafði sjálfur mikla ánægju af þessu og ég verð að segja eins og að með sjálfum mér að þá hefur það verið mikið lífsfylling að fá að koma að þessu verkefni og fá borgað fyrir það. Að byggja upp stjarnvísindi við Háskóla Íslands og kynnast öllu því góða og hérna klára fólki sem hefur komið að þessu. Og mér finnst á margan hátt að ég sé öfundsverður í þessu hlutverki. Ég ætla nú ekkert að fara að tala vísindasöguna meira. Það heljarmikið mál sem að ég kannski kynni á öðrum vettvangi, en ég ætla þó að nefna að ég tók þátt í því að það var tekin upp sérstök námsbraut við sagnfræði og heimspeki námsbraut, svona meistaranámsleið í hugmynda- og vísindasögu og var ásamt Vilhjálmi Árnasyni heimspekingi og Guðmundi Jónssoni sagnfræðingi hérna í því að leggja grunninn að þessu og fyrstu árin þá kom ég nú að því að stjórna þessu og mér tókst til dæmis að vera leiðbeinandi fyrsta MS-nemans sem að útskrifaðist með próf af þessari námsleið frá sagnfræði heimspekideild. Hún hét Gabriela Radulescu og frá Rúmeníu, núna í Berlín í framhaldsnámi í vísindasögu og hún skrifaði mjög skemmtilega meistararitgerð svona vísindasöguæðið sem að rann á Sovétmenn á vissu tímabili og hvernig það tengist geimferðar áætlun Sovétmanna, kalda stríðinu og áhuga Sovétmanna á líf og öðrum hnöttum. Þetta var mjög skemmtilegt verkefni. Eldklár stelpa sem vann þetta eiginlega mestu leyti sjálf. Ég þurfti voðalega lítið að hafa fyrir henni en bara svona beininni á réttar brautir. Þannig að nú veit ég ekki hvernig þessi námsleið þróast, en ég vil aðeins nefna kannski í lokin að sá sem á heiðurinn að hafa komið vísindasögunni á kortið hér heima Þorsteinn Vilhjálmsson sem að byrjaði snemma að kenna námskeið og sinna vísindasögu og við svona byggðum á hans verki þegar var verið að stofna þessa námsleið og ég óska henni bara alls góðs í framtíðinni. Og ég held að ég láti þessu bara lokið.